Þú ert komin fyrst skipti til mín núna 1. Já. Þú ert bara búin að vera, er ekki bara með jökli? Jú. Við pöruðum bara saman í fyrsta þættinum, sko, sem mættum í og það hefur bara gefist mjög vel. Þú ert búin að vera hjá með 3, var það ekki? Jú. Við erum búin að taka fyrir Friday the 13th seríuna, Halloween-seríuna. Halloween og Nightmare on Elm Street. Já. Svo ætla að taka núna í október. Já. Við ætlum að standa á það. Já, það ekki? Ég, þú og Jökull Já. tökum Texas Chainsaw Massacre. Við vorum búin að tala um það. Og ég strax byrjaði svona pæla í honum. Ok. Ég þurfti að svara að googla, hvað margar myndir eftir þessari seríu? Já. Það eru 9. Það nefnilega lúmst margar, sko. Það er líka ofta að byrja upp á nýtt, sko, með þetta. Já, þeir virðast alltaf vera bara einhvern svona reboota og ristast einhverju dóti. Fast í rebootum. En ég er mjög spennt fyrir því. Gerum það í október. Það verður svona horror þáttan okkar fyrir það árið. Klálega. Ég sé fyrir mér að langt til hættum með podcast, ég vona að það er ekki strax. Ef við tökum bara einu svona ári, þá verðum við að taka eitthvað svona hryllismyndaseríu fyrir. Ég, þú og Jökull. Ok, svo þarf ég líka að fá Jökull til mér svona í sóloþátt. Já, klálega. En ég hafði samband við það, því mér langar að fá því í sóloþátt. Þú sagði við mig, er það ekki rétt muna, að ég hef stundum ekki svona top 10 þetta. Hvað var það? Það er ekki mikinn áhuga á því, eða fannst þið búin að tala um allar þessar myndir? Já, sko. Hvað var það aftur? Það var svona, sko, ég er mjög opinn fyrir því það var gaman að gera það. Ég minna að það er alltaf einhæfur top 10 listinn minn, sko. Ég er með svona, ég þyrfti að vera með einhverja reglu, eitthvað svona bara ein eftir hvað leikstjóra eða eitthvað svoleið, sko. Já, gæti gert það. Hann er annars bara svolítið, tekur svolítið, þetta er bara í rauninni, Scorsese, Sergio Leone, Tarantino, þetta er svolítið svona bara þeirra katalógar eru, já. Það er bara cover á top 10 listan. Nána, sko. Já. En þú gætir sett eitthvað svona reglu. Já. Svona ákveðið svona fyrirfram okkur hvernig lista vil ég gera. Því ég er mjög spenntur að heyra þinn top 10 lista. Já, alveg. Því að við höfum alltaf aðalega að tala um hryllingsmyndir. Einmitt. Og þú ert alltaf aðliða kvikmyndaáhugamaður. Heldur betur. Þannig ég er alveg spenntur að heyra, þó þú sért með eitthvað svona Goodfellas eða eitthvað, þá langum að heyra hvað þið finnst þá mynd. En þú nefndir það sem við erum frá að tala um í dag. Já, heldur betur. Þú komst með nokkur hugmyndir. Ég ætla bara að segja fólki hvað þú komst með. Þú spurði út í Rambo, Mad Max og málega ég ætla að gera þætti um þessar seríur. Já. En það verða svona hópa þættir. Langar ef við sérstaklega tek fyrir svona seríur, þá langar mátt að hafa fleiri en eitt gest. En þú nefndi líka Grindhouse. Já. Mér finnst það mjög áhugavert. Þú hafðir eitthvað aðeins nefnt þetta áður. Manni hvort það var í podcastþætti eða eftir podcast eða fyrir. Einmitt. En þú nefndi þetta Grindhouse, ég var alveg áhugavert. Af hverju var það einn hugmynd hjá þér? Það er sko margar ástæður fyrir því, en það var einmitt náttúrulega grunninn að sá að við höfum einhvern tímann rætt þetta aðeins, sko. Og þú hafði sagt mér frá þessari bók og eitthvað svona, sko, sem þú átt hérna. Sýna fólki því, tók þetta með í stúdíói. Heldur betur. Grindhouse bók, svona, þetta er svona making of. Já, tæknilegt svona. Geggjubók. Akkurat, og þetta er bara, já, einmitt. Þetta er mjög skemmtileg bíómynd og ekki nóg með það heldur svona, já, hafði hún svolítið áhrif á mig, sko, og kom svona, ég sá hana á svona mjög mótandi tíma fyrir mig sem svona kvikmyndaáhugamanni mitt. Þú ert aðeins yngri en ég. Ég er aðeins yngri þú. Ég, sko, hún kemur út þegar ég er 14 ára gamall. Ég sá hana ekki alveg strax, en ég man eftir því þegar hún var að koma út og þá fór ég svona að kynna mér þetta og var að lesa um þetta og svona og þá hérna, eins og ég, svona opnaði svolítið nýjan heim fyrir mér, því maður var búin að vera svona fastur í svona ákveðnum myndum sem maður þegar maður svona barn og að byrja að vera úlingur og svoleiðis og fyrir mig allan þess þá byrjaði svona minn kvikmynda áhugi byrjaði bara þegar ég var 6 ára gamall og sá sko Phantom Menace, bara sá Star Wars og hérna eins og margir byrja sko og Gateway mynd. Það er svolítið svoleiðis og hérna átti sko hérna Star Wars Special Edition vídeospóluna sko sem hafa nú verið svolítið umdeldar í gennum tíðin út af breytingunum hjá George Lucas og svona en það er eitt sem að þær gerði, það var alltaf í upphæði myndarinnar að þá var sko á vídeospólunni að þá kom sko eitthvað svona smá heimildaþáttur bara stuttur, það sem að var verið að segja frá breytingunum og svona og þá mæti sér George Lucas og hann er eitthvað svona að segja frá í stuttumáli þess breytingunum við hverja mynd með rámar í þetta? Já. Og eins og ég er 6-7 ára gamall þegar þetta en þetta var alveg sko svona eye-opener fyrir mig ég hafði aldrei pælt í því að einhver verið að búa til bíómyndir, skilur maður hafði bara verið að horfa á þetta og einhverja teiknimyndir og allt þetta og bara sem barn, en hérna þetta var alveg bara, ok, það er einhver að búa þetta til og það er pælingar á bakvið þetta og ég fór að spyrja foreldrar minn út í þetta og svona, og fór að
þannig að maður byrjaði svona kvikmyndaáhuginn þarna, sko. Já. Og ég meiri segja var alveg það áhugasamur að ég sko byrjaði 6-7 ára gamall sko að skrifa eitthvað handrit sko. Já, svona ung. Já, sem að ég endar á ekki í dag því miður að það var einhverjum bara tölvi sem að er eldgömmul og fór á hauguna fyrir 20 árum eða eitthvað, en hérna þannig að sko Manstu eitthvað hvað hann var? Það var eitthvað svona, þetta var eitthvað svona Star Wars rip-off sko, þetta var eitthvað svona íslenskt Star Wars dæmi. Já, maður gerir það svo mikið að með krakki, hermi bara eftir nákvæmlega. En hérna, þannig að þarna svona vaknaði þess áhugi og hann fylgdi mér alltaf og svo náttúrulega fyrst bara saman Lord of the Rings myndina þegar þær komu og þær höfðu mikil áhrif á mann þegar maður var svona ungur og fleiri myndir og Troy og eitthvað svona sko og svo svona þarna, þegar maður er svona 14-15 ára gamall þá frétti ég að þessari mynd og ég fer að kynna mér hana og svona og þá fór ég að pæla svona í aðeins öðru myndum og ég fætti dæmis að horfa á Rodríguez myndinar og Tarantino myndinar. Áðun sást þá? Já, það var svona þetta var, ég byrjaði bæði eitthvað undan og svo eftir ég sá hann. Okay. Já, þannig að það var svona þessi mynd, svona, ég sá viðtöl við þá og svona, þetta svona opnaði það fyrir mig, sko. Og þá komst ég að því að mér fannst það bara geggjaða myndir á þessum tíma, það var alveg elska þetta og þá svona fór maður að taka fyrir svona katalóg og maður fór að pæla í myndum og bæði svona grændagsmyndum sem við kannski ræðum aðeins meir hvernig eru og líka bara myndum sem að þetta var svona eins og brúin frá mér yfir í að vera þessi svona bara barn og úlingur áhugamar í að vera svona kannski bara raunverulega kvikmynda áhugamar að horfa á bara alla myndir og pæla í hlutum og svona allt þetta sko. Og kemur þá væntanlega líka svolítið inn í hryllingin þetta eru hryllingsmyndir Plan Terror og Death Proof með svona allavega þannig sterku ívafi sko og jú, vissulega, ég með á svona úlingsárum eftir þetta, þá hafði ég mjög gamla hryllingsmyndum og horfði mikið á hryllingsmyndir. Ég gerði það ekki mikið í dag, þannig að ég finn að við séum alltaf að ræða þetta hérna. Ertu ekki að horfa mikið á hryllingsmyndir í dag? Mjög lítið, sko. Ertu að tala um nýjar hryllingsmyndir? Já, og þú veist, jú, stundum hendur maður eitthvað gamalt í tækið, en svona almennt þá var ég ekki mikið á hryllingsmyndir í dag, sko. Varstu búin að segja mér þetta? Ég veit það ekki. Ég er í sjokki, fyrir mér er þú svona horrorgörn bara, ég horfði ekkert á hryllingsmyndir búin að koma inn í Halloween, Nightmare, Friday ég hef alltaf sko tekið svona tímabil og þá eins og eftir þessa mynd og svona þá fór ég mikið að pæla hryllingsmyndum og horfði allar skrýmyndinar og Friday the 13th og eitthvað svona og svo hefur það leitt mann svo í annað sko, svo fyrir maður að horfa á ég fór eftir að ég hafa hort meira Tarantino og svona, þá fór ég að pæla líka í vestrum sko, þá tók maður allar bara spagetti vestar sem eru til og bara pæla rosa mikið í vestrum og það var í uppáldi, svo datt maður einhvern veginn í mafíumyndir og allar mafíumyndir maður hefur verið svolítið í svona sko genið tíðina. Það er svolítið svo gaman þegar maður dettur eitthvað svo stuð og maður bara tekur kannski eina mynd eftir einhvern leikstjóra katalógin hans eða einhver leikari eða einmitt eitthvað svona tegund ég veit, svipaði mér, ég dotti eitthvað svona kannski horfa á 5-6 vestræruð nákvæmlega, sko. Það er mjög gaman að gera það og mér er sérstaklega gaman að taka svona leikstjóra fyrir sko og þá er maður svona sjá líka hliðar og svona Þú voru að koma tíminn í eitthvað svona leikstjóra þá? Já. Það er mjög gaman, þá einmitt ég er að plana núna ég er að plana 2 svoleiðis þætti Paul Verhoeven og Coen-bræður. Já. En þú veist, það er svo margir leikstjórar til. Ég ætti að gera Scorsese til dæmis. Þú hljómar svo skemmtileg kantur Akkurat. Það er svo gaman að taka fyrir kannski 10-12 myndir og svona alveg dífa sér í það, sko. Algjörlega. Það er mjög gaman að gera það. Þannig að þetta er svona, einmitt, þannig að þessi mynd svona hefur sérstaklega stað í hjarta mínu alltaf af því að þetta er svona myndin sem svolítið, sko, fór með mig hana yfir línuna, sko. Og ég tek eftir því að þú kallar það myndina, ekki myndir. Já, þetta eru náttúrulega 2 myndir. Þetta er það náttúrulega, en ekki, þetta er upprunalega ekki hugsað sem, þetta er náttúrulega hugsað sem 2 myndir, en hugsað sem ein sýning. Já. Og mér finnst ótrúlega leðilt að hafa ekki á Íslandi. Ég veit það. Mér finnst það bara skandall. Og það er náttúrulega ástæði fyrir því sem við kannski eftir að ræða, náttúrulega það er þessi mynd náttúrulega, sko, floppaði algjörlega í Bandaríkjunum í sýningu, sko. Hún tapaði miklu peningum og svona og það er náttúrulega út af þessu konsepti sko og þessi ef við byrjum bara að ræða þetta þá náttúrulega þarf maður að fara fyrst yfir svolítið bara leikstjórn 2 þess að þetta er svona ávöxtur þeirra samstarfs í gegnum tíðina þess að þeir koma, þetta er Robert Rodríguez annars vegar og Quentin Tarantino hins vegar sem allir sem hlustar á þátt þekkja nákvæmlega og þeir kynnast sem ungi menn þegar þeir eru með sína fyrstu myndir á kvikmyndahátíð sem var haldin í Toronto í Kanada og Tarantino þar með Reservoir Dogs og Robert Rodríguez með El Mariachi og þeir bara einhvern veginn smetla strax
bara þeir kynnast þarna, að sína þessar myndir og komast að þeir eru báðir bara alveg die hard sko, nördar og bíómynd áhugamenn og þekkja margar af sömu myndunum og þeir hafa oft sagt eitthvað viðtalið að þeir hafi sagt við hvern annan ef við hefum kynst sko, í menntaskóla þá hefði við orðið bestu vinir það var bara svona þannig dæmi og svo sem þetta fara þeir að gera mynd nummer 2 og þá þeir á sama svona stúdíó vettvangi með skrifstofur þannig þeir eru svona að speikla hvort þeir eru að skrifa hana saman Tarantino að skrifa Pulp Fiction undirbúa hana og Robert Rodriguez að undirbúa Desperado og svo Tarantino með sem smá hlutverk í Desperado og svona byrja bara samstæð sem átt að aukast með þeir gera hana 4 rooms saman sem svona 4 litla sögur sem tengja saman í einni mynd og þeir eru með sikkur sögun og 2 aðra leikstjórar líka From Dusk Till Dawn svo gera From Dusk Till Dawn sem Tarantino skrifar og leikur aðalhlutverk í og eitt aðalhlutverkunum og Rodriguez leikstýrir og svona þetta og svo gera Tarantino Kill Bill og Rodriguez sem samtökur smá tónlistar og svona og Rodriguez gerir Sin City þess að Tarantino kemur sem gestaleikstjórin þannig að þetta á 2007 þessi mynd kemur út þannig þeir taka hann upp hana árið áður og okkur slegis þetta búið að vera þetta 15 ára í rauninni vinátta og samstarf sem búið að leiða þangað og ég myndi segja að á þessum tíma hafi þeir báðir verið á sko toppnum á sínum ferli á þessum tíma 2007 Tarantino átti svo eftir að toppa þess aftur ég endar mjög leiðilegt að mér Rodriguez ekki hafi gert það ég held þetta er svona hans toppur í mínum huga bara að ræði það með fyrir maður að segja það en hans að og þeir eru báðir búin að vera að gera svona tilraunir Rodriguez nýbúin að vera með Spy Kids myndinar og hann með Spy Kids 3D þar sem hann borgar sjálfur fyrir ykkur 3-vitagleru og svona leggur undir en græðir rosa mikið og svo gerir hann Sin City líka þess mynd sem að enginn hélt að vinsæl svörthvít mynd sem bara beinþýðing á myndasögu sko, og svona og svo slær hún í gegn Tarantino sömulegis með Kill Bill samúræða myndi í 2 hlutum og þetta er hluti sem að ætti að pappir ekki ganga upp sko, en slá algjörlega gegn hjá þeim þannig ég held að þeir hafi kannski líka verið svolítið bara með ego boost bara í gangi sko. Já, menn þeir sögðu sjálfur að þeir bara áttu sinn aðdónda hóp sem fylgdi þeim heldur bara að þeir væri óstöðandi og bara þeir getur búið fólki upp á hvað sem og fólk myndi mæti bíó og svo fá þeir þessa hugmynd að gera sér þetta svona 2 myndir saman það sem kallast það ensku double feature ég veit ekki hvernig myndum því á íslensku 2-föld bíósýning eða eitthvað Já, ég veit, hvað alltaf sé á íslensku? 2-föld sýning? Já, akkurat þetta er ekki menning fyrir sérna en þetta er sett ákveðin menning úti sem við möttum að fara yfir og þeir sem sagt það er þannig að Tarantino eru oft búin að vera að halda svona sýningakvöld heima á sér þar sem hann tekur svona 2 myndir saman og hann hafði gert það líka á svona kvikmyndahátíðum og svona vera að sína myndir þar sem hann er svona eins og DJ að velja 2 myndir og setja ykkur trailer á milli og svona Það gerði það líka á Íslandi Já, gerði það í Íslandi Ég fór Gerðu þú það? Ok, geggja Ég man ekki alveg hvað árið er Þetta er hann eitthvað 2005 eitthvað Var þetta ekki þegar hann kom að kynna Hostel Hann var hann að framleiðandi Hostel Jú, þetta er fyrir Grindhouse Ég held það sko Það sýndi ykkur svona kúfumyndir Já Það var mjög skemmtilegt sko Akkurat Það var háskólabíó, ef maður rétt Já, ég man eftir þessu sko Ég bara slasi þetta í blaðinu Ég var bara 10-11 ára annars sko Það var mjög skemmtilegt En já, en þeir sett eitt kvöldi að þá þeir heimi á Tarantino og þeir sjá plakat sem ekkert ólíkt þessu plakati það sem svona 2 myndir saman og Rodriguez segir bara hei, ég á þetta plakat líka og þeir fara eitthvað að spjalla út frá þessu og þá segir Rodriguez að hann hef alltaf átt en draum að gera svona double feature að gera sér 2 myndir saman og þetta byrja bara, hei, við ættum að gera þetta saman og þeir bara, þyrfti að heita Grindhouse að sjálfsögðu og svona bara, hann er bara smellur og þeir ákveða að gera þessa mynd Þetta er gegn hugmynd Já og vísa náttúrulega í ákveðna menningu og hefð sko, sem úti, Grindhouse hefðin og Grindhouse voru svona kvikmyndahús sem að sýndu sér ákveðna tegund af bíómyndum þetta er svona svolítið svona getur maður sagt smá sleazy bíó sko, þetta er svona þannig dæmi og þeir sína myndir sem að þú gast ekki séð í sjónvarpinu og gast ekki séð í kannski svona hefðbundnu kvikmyndahúsum þannig að þeir eru með myndir sem eru með eitthvað svona sérstakt þannig að það eru þetta mjög ofbeldisfullar myndir sem að, þú veist, maður gæti nálega sagt óritskoðar. Já, nekt, kynlíf, alls konar svoleiðis. Alls konar orðbragð og eiturlyf og allt þetta bara og líka ófyrirsjáanlegar í sko oft, þú veist, sögutræð, þú veist, við þekkjum all Hollywoodmyndir, maður segja að þetta myndi aldrei gerast, þú veist, þetta er Hollywoodmynd, við þurfum ekkert að ágjör, þú veist, þessi er aldrei að fara að deyja eitthvað, en svona Grindhouse-myndir, það er bara að gera það, sko, þess þær voru bara að reyna að koma fólki óvart og fá fólki í bíóin, og þetta voru mjög ódýra myndir,
Þetta var oft hann og í rauninni mjög lélega myndir oft. Mikið aðsvíst. Já, mikið rusl, en líka einhverjar sem voru svona góðar og hitt inn á milli. En þetta var alltaf upplun að sjá svona myndir. Og þeir skelltu oft sem saman, 2 saman, eða 3 jafnvel. Og þannig að þeir voru að selja mann ekki sko bíósýningu heldur kvöldstund. Þannig að fólk fer út í bíóið og sér þess að það myndir. Og stundu var kannski eitthvað thematískt tengsl á milli eða eitthvað svoleiðis. En stundu var þetta bara eitthvað, þú veist, einmitt kung fu myndi fyrirpart og svo bara einhver hryllingsmynd. Já, bara vestri eða hryllingsmynd eða eitthvað í sendibart, sko. Eitthvað sem tengdist ekki neitt. En þeir voru mjög hrifnir að þessum myndum og þessari svona menningu og þeir eru alltaf að gera þessa mynd sem svona óð til þessara mynda. Þessara svona B-mynda. Og þannig að þessi margir þekktir sem hafa komið úr svona myndum, Roger Corman var með mikið af svona myndum, frægur framleiðandi svona B-myndir og þú veist, þetta voru alls konar myndir, þetta voru vestarar, þetta voru mikið svona konur í fangelsismyndum, þetta voru mannætumyndir, þetta eru uppvakningamyndir, þetta eru skrýmslamyndir, oft eitthvað svona hermingar eftir af einhverju vinsælu sko líka, þú veist, þegar Jaws kemur út, þá er það hágatamynd, þá koma þeim með alls svona krókódílamyndir og bara you name it sko. En það er líka eitt sem ég má skjóta þín í, að ég vil ekki gleyma þetta, áhört sem þeir nefna, þú veist þetta líka. Og það er að það var vist oft með þessar myndir að þeir voru með rosa töff plakkut. Já. En svo sástu myndina og þá var svona, að þeir höfðu ekki ná mikið pening og eitthvað svona, þannig að plakkati lofa eitthvað geggjaðri mynd, svo sástu sjálf myndina og varstu svona fyrir smá vonbrigðum. En þeirra markmið var, við ætlum að geggja plakkut og við höfum pening til að gera líka æðislega myndir. Já. Ákvæmt, þetta já, nákvæmlega. Og það náttúrulega var þannig í den að þá voru þeir bara þeir voru bara að selja sæti, sko. Þannig að þá voru þeir bara með töff plakut og töff trailera og eitthvað svona. Fáðu inn, já, þú veist, fáðu inn, sko. Og svo svo er þetta ekki að pakka allt öðruvísi, sko. En það er líka með þessar myndir voru þetta var oft svona sömu filmuna sem voru notaðar aftur og voru færðar á milli svona grænthásbíóhúsa. Milli borga og bara út öll Bandaríkin. Og þannig að það eru oft svona mjög þreyttar, það eru svona skemmdir í filmunni og þeir náttúrulega leika það eftir líka með því að þeir náttúrulega gera það viljandi að hafa það þannig, sko. Og meiri sér stundum eins og þeir leika sig með að þá með þess að bara vantaði einhvern filmubút og þá bara, var því bara sleppt og þá bara hoppaður kannski 5 mínútur eða 10 mínútur í myndinni og vinstir ekkert hvað var að gerast. Þeir fóru allan leið með þetta konsept, allan leið. En við sjáum þessi áhrif hjá báðum leikstjórunum á fyrri myndum, þú veist, From Dusk Till Dawn gæti mörgulega lítið að hafa verið svona grænthásmynd þó hún sé gerð í Hollywood og Tarantino alltaf sami Kill Bill myndina mjög mikil áhrif þar. Algjörlega. Og með þess að Jackie Brown er svolítið svona blaxploitation mynd, sko. Já. Þú veist, hann er með Pam Grier í aðlutíki sem að á upphafa sínu ferli úr svona grænthásmyndum. Einmitt. Þannig að þetta hefur alveg verið svona hluta þeirra ferli en þarna ákveður að gera svona mynd sem eru 2 myndir saman og þeir fá líka fleiri leikstjórar sem eru vinir þeirra svona til að leikstýra gerfi trailerum sem sumir hafa reynda orðið að alvöru myndum sem við möttum örugglega að fara yfir. Já. Og búa til svona bara, þetta er einmitt, selja kvöldstund. En það var, bandarískir áhorfendur voru ekki tilbúnir í það, þannig að þessi mynd floppaði og það er oft verið að tala af hverju, sko, og sumir að bara tala að þeim tókst ekki að útskýra nógu vel hvað verið í gangi, sem ég held að þetta verið bara eitthvað grín eða þetta verið ekki alvöru myndir og svo náttúrulega held ég eins og við sjáum hérna 7. apríl 2007 það er sko föstudagur langi, þetta er páskahelgin sko, þetta er kannski ekki bindi sem maður hugsar þegar maður hugsar svona fjölskylduna páskunum og eitthvað svona, þá kannski maður ekki að fara á 3 tíma splatter sko. En ég meina, er þetta ekki að ég mynd mikið pælt í þessu af hverju þessar myndir klikkuðu eða ég kallar það myndir, að ég sé þær í sikkur lagi. Ég gerði það þetta líka, ég sé þær í sikkur lagi. Á Íslandi, ég frá bara bíó, ég man bara stutt frá mér varandi tenginguna mína við þessu myndir, eða mynd. Þegar ég heyra af þessu, þá er ég Rodríguez og Tarantino aðdáandi. Ég er búin að sjá, ég er búin að sjá alla myndina þeirra áður en að þessi kemur út, þannig ég var rosa spenntur. Sin City var sem ég geggjuð, hún 2005, Kill Bill, Volume 2 2004, þannig að það er stutt á milli og þetta er næsta mynd sem þeir gera, ég maður rétt, þannig Tarantino. Og mér finnst það svo spennandi hugmynd. Ég fattaði þessa hugmynd alveg strax. Ég þekkti ekkert grænthás kvikmyndahús, en þessi hugmynd að sína 2 myndir einu kvöldi fannst mér geggjuð. Svo bara, ef maður rétt, þá eru sýnd á undan í Bandaríkjunum og henni gengur ekki vel
þá ákveða að splitta þeim. Já, sko þeir hugsuðu með sér að evrósku markaðar þekkti ekki þetta Grindhouse fyrirbrigði. Ég þoli ekki að það er rétt hjá þér, það var pælingin. Hei, þekka þetta ekki. Hvað með það? Kynnu okkur þá fyrir þessu. Já, nákvæmlega. Og þetta er eitthvað öðruvísi. Því að ég er nú svo æstur. Eins og Hollywood, sorry, Pétur. Eins og Hollywood eitthvað svona, herðu, höfum núna 3D. Það fær fólk til að kaupa. Þú veist, alltaf með ofta eitthvað svona gimmicks. Þetta er kannski eitthvað svona gimmick. En ég freka til eitthvað svona. Já, miklu frekar. Sem fær mig til að fara í bíó og kaupa með það, skilurðu. Þetta er nefnilega, þetta er svona mynd sem er svona draumur, sko, kvikmynda áhuga manna. Þetta er verið að sýna okkur eitthvað sem við sjáum ekki hverjum degi. Nákvæmlega. Og þetta er upplifun og svona, sko. En Og sorry, leikstjórnir vildu að við myndum sjá þær svona. Þannig að þeir eru ákveða að splitta þeim í tvennt. Auðvitað er þetta gert með þeirra samþykki og við fengum okkur auka atrið og eitthvað. Mér er samt sama. Þeir vildu að við myndum sjá þetta svona. Saman, bara myndin heitir basically Grindhouse. Ég er líka oft hugsa, sko, að þeir hugsa að fólk myndi ekki skilja þetta koncept, sko. En heldur að fólk skilja líka frekar að mæti bíja á eina mynd og hún er öll svona í rispum og skemmt og eitthvað. Einmitt. Þetta er, mér fannst þetta bara panika og bara, herðu, við verðum að fá okkur pening tilbaka og hei, þá getum við selt 2 bíósýningar. Og þeir bætti þetta aðeins tapið upp þarna, sko. Hún græði, sko, $25 milljónir í Bandaríkjunum. Það er heilda með þess, sko. Myndin kostaði örugglega $70-80 milljónir, sko. Heldur hún ná því? Ég held það. Og svo líka var alltaf, og svo auglýsinga kostnaður og allt, sko. Já, einmitt. Og þessar 25 milljónir fara ekki allar í vasan á, sko, kvikmyndafyrirtækinu, þess að það er líka þá kvikmyndahúsin og allt þetta, sko. Svo græða þær held ég 44 milljónir eitthvað svoleiðis, sko, dollara í Evrópu, sko. Það er worldwide. Já, sem sikkura myndin, sko. Þannig að það er ná aðeins að Þetta var flop. Þetta var algjört flop og þetta er fyrsta floppi á þessum 2 leikstjórum. Þetta var högg fyrir þá, sérstaklega Tarantino. Hann tók þetta inn og setja bara í sjálfsmyndina, sko. Já, og ég held þetta hafi mynd bara karakterinn hans. Ég held að Rodríguez hafi meira svona, höldum bara áfram. En Tarantino tók þessu svolítið illa, sko. Já, en samt líka með Rodríguez, það velti ég fyrir mér, því að hann samt einhvern veginn gerir ekki mynd eins og, sko, þessa mynd eða eins og Desperado og Once Upon a Time in Mexico, svona myndir, eftir þetta, í rauninni. Hann fer bara all-in í eitthvað svona barnamyndir og svo einhverju svona, þú veist, eins og náttúrulega löngu setna Alita og eitthvað svona, sem er góð mynd, en ekki... Mér er svo vanmyndin. Ég sammála því, en hún er ekki samt, hún öskar ekki á mann eitthvað Rodríguez. Nei. Það er meira Rodríguez var að gera mynd fyrir Jim Cameron, sko. Já. Það er alveg rétt, sko. Þannig með svona röddin hans sem við sjáum í Mexiko-þriðjumnum og í Dustle Dawn og í Sin City og svona með sú rödd eftir Planet Terror ekki hafa komið aftur í ljós, sko. Hvenær er Once Upon a Time in Mexico? 2003, alveg rétt. Ég hefði giskað hann að koma eftir þessa. Það er rétt, já, hún kemur undan, sko. Já, hann gerir ekki aðra þannig mynd. Eða svona, Nei. Það eru svo mikið svona Rodríguez myndir. Já, akkurat. Og meiri sér Sin City sem er alveg náttúrulega einstök mynd og sérstök og sinn hátt. Og miklu uppáld í mér mynd líka. Til top 10 listan, hún er á þeim lista. Það? Já, geggja. En sko, en þá samt sér maður Rodríguez er að gera hana. Þess þó þetta sé algjörlega svona Frank Miller og allt þannig, en þá samt þú sérð hans stíl líka og algjörlega. Og þess að ég var mikið Rodríguez aðdáandi og hann var á tímabili upp á sleikstjórum minn, sko. Ég held svo mikið upp á hann og þessar myndir, en ég en mér við þessi rödd bara, ég hef ekki séð aftur Rodríguez mynd, sko. Hvað, manstu, hvað er hann að gera eftir? Hann gerir hann einhverja mynd sem heitir Shorts og var eitthvað svona smásögumynd, sko, eitthvað barnamynd, svo náttúrulega fyrir hann að gera alltaf Netflix myndir. Svo náttúrulega gera hann Sin City 2 líka. Já, og hún náttúrulega floppa líka, sko. Og það var líka glötu mynd. Það er ótrúlega leiðilegt að segja það. Jú, ég er sammála, sko, ég hef kannski ekki glötu, en mikil vombrið, myndi ég segja. Ég myndi segja að hún sé svona í meðalagi mynd, en mjög mikil vombrið eftir fyrstu myndina. En það er aldrei fyndi. Ég horfði á eitt viðtal við þá, bara núna í stuttu síðan til að undirbúa þáttinn, sko. Já. Og þá sem er tekið upp hana í apríl 2007 og þá var Rodríguez spurður í viðtalinu hvenær ætlaði að gera Sin City 2 og hann segir þar, við förum í tökur í júní 2007, sko. Þegar myndin kemur í alveg, sko, 2014 þannig að, sko, það er líka eitthvað sem veldur því að kannski hvort það var bara því að hún floppaði eða hvað. Hann gerir alltaf með Shetty.
Já, það er enda rétt. Hann gerir Machete. Svo reyndar ekki. Nei, það er líka svo mikið vonbrigði, sko. Og Machete Kills ömulega, sko. Var Steven Seagal vondikallið þar? Nei, hann var í... Var hann í fyrstu? Já. Hvað var nummer 2? Það var Mel Gibson mættur og hún er eitthvað svona... þetta er bara... Það vantaði eitthvað svona töfra. Lady Gaga er hann á... Þetta verður eitthvað svona... Þetta endra að fara upp í game. Þetta er svona... Jó, ég held að sé hana. En já, það er ekki góðar. Nei. En já, þetta er alveg rétt. Maður veit ekki alveg hversu mikið þá kannski högg þetta var fyrir Rodríguez. Ég held einhvern veginn að þetta verið meira fyrir Tarantino. En svo líka eitt sem mér finnst svo áhugavert og ég hef aldrei fengið svar við. Ég hef oft hugsað okkur enginn sko, spyr það út í það, í einhverju viðtali, eða þeir hafa verið að mæta í podcast og svona líka. Þeir hafa báð verið á Joe Rogan og eitthvað svona. Mjög skemmtilega þetta með þeim. Nákvæmlega, mæla alveg hygglis með því. Af því að þeir eru búin að vera í öll þessu miklu samstarf sem ég var að lýsa hana á hann. Já. Eftir þessa mynd, þá hættir allt þetta samstarf. En þeir virðast að vera vinir. Já, þeir virðast vera vinir upp á ákveðnu marki, sko. Tarantino mætta Machete frumsýninguna, veit ég, sko. Og þeir hafa eitthvað komið saman fram í viðtali og eitthvað svona eftir þetta. En hætt að vinna saman? Þeir hætt að vinna saman. Og þeir hætt að líka, sko, eins og nú síðan að hvað maður er mikill nördskúpun að horfa á þetta alltaf, í Kill Bill myndunum, þá var í Special Thanks, þá var Tarantino með, sko, í kredlistanum, alltaf Rodríguez, sko, my brother, Rodríguez, sko. Já. Þetta er ekki verið aftur síðan, sko. Og sama líka með Rodríguez, þeir voru alltaf með einhvern annan í Special Thanks og eitthvað svona dæmi, sko, sem ekki búið að vera síðan, svo ég veit allan, sko. Vá, ég hafði ekki alveg pælt í þessu. Þannig að, sko, það virðist að orðið eitthvað svona falling out, sko, en þetta er bara svona greining, sko, greining og fjaska. En áhugavert samt. Já. En svo líka að því ég var svo, kannski er ég svo blindar að því mér fannst þeir að hafa svo oft saman, en það er alltaf rétt, það er ákveðnu tímabili. Já. Svo kannski það ekki, nú er þetta svo sem ég að hugsa, hefur Rodríguez ekkert komið eitthvað svona tónlistastið fyrir hann, eða eitthvað setna meir? Nei, nefnilega ekki, sko. Og Tarantino fyrir þetta í svolítið aðra átt líka, hann alltaf fyrir að gera bara svakalega myndir eftir þetta, hann gerir Inglourious Basterds, Django, Hateful Eight og þess að, ef maður ætti að skipta katalóginum hans Tarantino í tvennt, það gæti maður látið Grindhouse vera svona ykkur að miðju, þetta sé fyrir Grindhouse og eftir Grindhouse, sko. Því hann er svona, Því hann er að koma eftir Grindhouse, þá tekur hann Bastards, Django, já, og fer aftur í svona myndir sem að líka fara að vinna Óskarsverðlaun og þannig, sko, þess að gera með Pulp Fiction, það var, Kill Bill var ekki það, skilur. Nei. En það er svona fyrir aðra átt, þó það sé allt geggjaði myndir, ég er elska Inglourious Basterds og Once Upon a Time in Hollywood og svona, þetta er alveg mikla myndir sem ég held mikið upp á, sko. Hann segir að það sé hans meistaraverk, Bastards. Og hann segir upp á, Já, ég hlusta á þetta. Ég átti að hlusta á viðtalið, sko. Ég mæli með því, sko, þetta er mjög gott viðtal. Hann talar að Once Upon a Time in Hollywood sé upp á smyndirnas. Já. Fyrst er hún góð? Sorry, ég verða að spyrja, við verðum að ræða líka bara Rodríguez og Tarantino. Þetta er svona, gæti verið hot take, sko. Hún er upp á Tarantino myndi mín, sko. Þú ert sammála Tarantino? Ég er sammála Tarantino. En ég er líka almennt sammála þessari greiningu hans. Hann segir, sko, Kill Bill myndin sé að fætti til að gera. Inglourious Basterds er meistaraverkið mitt og Once Upon a Time in Hollywood er uppáldið mitt. Já, þú ert sammála þessu öllu? Ég er sammála þessu öllu. Mér finnst þetta bara, lýsa því algjörlega, sko. Ok, vá, við getum verið í 4 tíma. Tarantino uppáhaldsleiksturinn minn. Já. Og já, ég elska hann og allt það, þó ég var ekki náttúrulega sátt með. Já, og ég vil líka segja það bara strax líka, sko, ég elska alla myndirnas, þannig að það er lélegu myndirna hans. Líka Death Proof. Já, við mötum að tala það. Petur, þetta var einhver svaka þáttur. Þetta mikil hot takes þáttur. Ok, förum auðvitað í Grindhouse-dótið og trailer og svona, sem fylgir þessar myndir. Svo langar mig líka þessar ræðum aðeins líka Rodríguez myndirnar og Tarantino. Það er bara hluti af þessu. Það er hluti af þessu og ég veit alltaf að hugsa að nýta tækifærið því að þú ert búin svo mikið hjá mér eitthvað svona horrordóti að við getum kannski aðeins fara inn á einhverja myndir sem er ekki endilega þannig að eins og þessi mynd var svona brú fyrir minn kvikmyndasmekk, þá verður þetta kannski brú fyrir mín í þáttunum líka. Já, nú hætti ég að bjóða þér hryllingsmyndaþætti. Það verður annað með jökli í Texas. Ég er nágrínast. Herru, ok, kýlum á þetta. Tökum fyrst bara, hvernig var þetta? Þekkir að voru trailarnir fyrst eða voru það á millimynda? Það voru á millimynda. Það er einn trailer undan sem er undan Planet Terror og þegar það voru sýndar hérna eins og þegar maður sá hana á Íslandi þá var sett fyrsti fake trailer með þar. Machete. Og það er Machete. Það er fyrsta sem maður sé, sko. Já. Og það er einmitt bara geggjaður fake trailer. Sammála því. Trailerin er geggjaður. Machete trailerin. Og þegar ég sá hana trailer þá hugsaði ég ef að þetta verður mynd
þá verður það uppáhaldsmyndi mín. Svo sást hana og alls ekki. En mér fannst bara, ég hugsa, þetta er bara eitthvað svo geggjað, sko. En það er líka eitt með þessa mynd þeirra, að þeir leika eftir þessar Grendelsmyndir, að þeir náttúrulega viljandi að gera sumt svona kampi og lélett og svona. Já, over the top. Já, over the top, þannig að það verður svo íkt, sko. Og hérna, það er svo gaman. Það er sem svo gaman að því, sko. Þess að aðrið hann eitthvað fyrst fer úr jakkan með bara þess með eitthvað 1.000.000 hnífa. Svolítið svipað þessu í Desperado, ég meina hann var alltaf með þannig karakter í Danny Trejo. Heldur betur. Já, og bara gítartaskan með byssunar og allt þetta er alveg þannig. En þess að maður sér þetta og þetta meikar ekkert sens, en þetta er geggjað. Þetta er cool. Nákvæmlega. En maður sér þetta í trailerin fannst mér, ég var svona geðveikur, myndin til miður vonbrigði. Það er mjög langt sem ég sá hana samt, ég sá hana bara það var ný. Já. En þetta er sko, en þetta setur maður strax í tónin, sko. Og þú ert að fara að sjá þessa Grendelsmynd, þú ert að fara útkomin í ykkur upplifun. Algjörlega. Og þeir sína Planet Terror fyrst. Bara stutt, hvernig veistur hún? Geggjuð, bara rosa skemmtileg. Þegar ég sá hana fyrst, það sem alveg geggjuð og eins og þetta í dag er þetta kannski svolítið svona guilty pleasure myndi líka, sko, hjá mér. Já. Það er að þú að spyrja mig hvað mér finnst með þess að Death Proof góð, sko. Ok, ég myndi kannski ekki segja þetta er ekki góða myndir. Er það lélegasta Tarantino-myndin? Já, þetta er örugglega lélegasta Tarantino-myndin, en þetta er ekki minnst skemmtilega Tarantino-myndin. Myndi ég segja. Við erum ósammála, gaman. Ok, ræðum það betur eftir. Þetta er myndir sem eru stór skemmtilega fyrir það sem það eru. En þetta er ekki myndir sem maður myndi tilnefna til ykkur að veluna. Þetta er ekki myndir sem maður myndi, sko, þú veist, segja hverjum sem er að horfa á. Nei, algjörlega ekki. Ef ykkur miðaldra frendi maður sem þú spyrir, já, Pétur, myndir þú mæla með góðri mynd? Þess það myndi ég ekki segja, þú verður að tjekka á Grindhouse. En þegar þú horfur á þessu myndir, tekur þú alltaf báðar? Nei, en sko, ég eins og þú, sá það fyrstu þetta í Sikulagi og átti þar á DFD í Sikulagi, þannig þá horfði maður alltaf á það í Sikulagi. Skandal. Prófaði aldrei eitthvað að horfa saman eitt kvöld, ég gerði ekki þannig, maður horfði að það á svona. Svo keypti ég á Blu-ray, ég er nú með Blu-ray-diskjana, ég veit ekki hvort hann sést, sko. Já, ég ætla að sýna hérna fólki. En þetta er sem sagt, ég keypti hann fyrir nokkrum árum og þá keypti ég hann sem Grindhouse, þannig ég hef horft á hana svona líka. En eru þetta báða myndirnir í fullri lengd? Nei, þetta er bara... Þetta er það sýnt í Bandaríkjunum? Já. Og með fake-trailerna á milli og allt. Ok. Þetta er bara ein mynd. Þannig að þú átt orginal útgáfuna? Já. Og væri þetta gaman að fá hana í einhverju svona kannski flottari útgáfu einhvern tímann. Maður vonar að það geti gerst í stílbúk eða eitthvað svona með 4K, Ultra HD eitthvað slags. Mér finnst þetta svo töff hugmynd. Þetta er þannig bara. Þetta er ógeðslega töff hugmynd og þetta er svona og sérstaklega fyrir kvikmyndaáhugamenn, sko. Þetta er náttúrulega mynd fyrir kvikmyndaáhugamenn að því leyti. En ok, Planet Terror, zombie mynd. Já. Mikil John Carpenter áhrif. Já, svakaleg. Hann segir það bara alveg leynt og ljóst. Já. Ég man ekki, manstu það, sko, fékk hann eitthvað tónlistarstef. Ég man ekki hvort hann hermdi eftir því eða hvort hann fékk það lána. Það var allan hann spilaði á settinu stef úr Thing og Escape from New York. Já, þetta er rosa John Carpenter-esk tónlist allavega. Ég heldur að Rodríguez samtana bara sjálfur. En ég las, hvort það bara hindi B. Kendur eitthvað alveg kjaftaði. Hann hafa ætlað að fá Carpenter. Já. Til að skora myndina. Já, það var náttúrulega, en svo kannski hefur ekki gengið upp. Nei. En hann alltaf, Rodríguez er alltaf ekki síst þekktur fyrir það að hvað hann gegnir mörgum hlutverkum sjálfum. Já. Hann skrifar myndinar oftast og leikstýrir þeim. Skýta þær. Hann tekur þær upp einmitt, hann klippir þær, hann sé með tónlistina og hann líka með, ég veit hvað, production design, ég veit hvað það kallar, bara svona leikmyndahönnun. Þannig að hann er svona mjög í þessu öllu. Og þeir náttúrulega, báðir leikstýrnir voru búin að byggja upp þannig orðspor líka að þeir höfðu mjög mikið alltaf myndinni sinni að segja, þú veist, loka útgáfnar. Já, algjörlega. Og Rodríguez þekktu líka verið það að nota með oft lítinn pening til að gera flotta myndir, sko. Og hann peppa grann Tarantino líka upp í svolítið svona í þessari mynd, þess að þetta er eina myndi sem Tarantino er titlaði, sko, Director of Photography. Einmitt. Hann tók hann upp sjálfur líka Death Proof, sko. Það er rétt sér, ég var búin að gleyma því. Já. Þeir skrifa myndina saman, sko, nokkurn veginn, þeir segja á sama tíma, þeir eru ekki að gera saman, en þeir eru á sama tíma að vinna í þessu. Já. Og sem sagt, og Tarantino er á settinu nánast allir tíma þegar Rodríguez er að taka upp sína mynd. Þess að þeir byrjaði að taka hann upp og svo taka upp Tarantino myndina. Þannig þegar Tarantino er búin að vera á settinu Rodríguez, að þá fer hann og tekur upp sína mynd og Rodríguez fyrir að klippa. Þannig að þetta er svona, þannig að það er þeir eru meira og það er að tala um að þegar þeir eru að gera Planet Terror þá hafi hann verið alveg svona
nánast aðstofa þess að hann hefði verið svona að fara í gennum línu með leikurum og eitthvað svona. Þetta er svo mikið samvinnuverkefni. Já, og það er meðal hans þess vegna sem að Tarantino fær svo líka hlutverk í Planet Terror, hann leikur hann að aukahlutverk. Það er vegna þess að þeir voru að lesa handritin saman, þú veist, bara leikarnir, og þá þurfi ekki að segja bara, Tarantino, lest þú þetta hlutverk bara? Rapist number one. Rapist number one. Klassíska nafn. Tarantino leikur hann. Hver vil ekki hafa það á hérna félskanni? Og akkurat. Og það er kannski eitt sem við ættum að ræða líka ánum fyrir lengra, bara er að þetta er líka náttúrulega geggjað sko leikarafall í þessu myndum. Já. Sem er náttúrulega ólíkt sko raunverulegum grændarsmyndum. Já, þetta er einmitt, þú veist, þeir hafði pening til að gera þetta, alvöru leikara, og mér finnst líka bara, ef við tökum Planet Terror, bara svo við veitum það, ég horfði á hana aftur fyrir þennan þátt. Okay. Ég var ekki Death Proof. Nei. Ég horfði á hana þegar ég gerði Tarantino þáttinn með Snævari, sem er örugglega núna 2-3 ára gamall. Þannig að það er svona 3 ár sinni sá Death Proof. En ég horfði aftur á Planet Terror. Svolítið síðan eða síðan hana. En það er svo gaman við hana, mér finnst hún, við erum kannski að kalla þetta B-mynd, en þú ert samt alveg með persónur. Þú ert alveg með eitthvað svona eftirminnilegt og það er eitthvað að gerast og þetta er ekki bara svona... Margar mjög töff senur, sko. Já, flotta senur, þetta er skemmtilegt svona gór, blóð og eitthvað svona dæmi og líka svona atriða sem að þyrlan stútar eitthvað zombium, einn er að klippa undan, skera undan mönnum, safna einhverja krukku. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt allt saman. En það er einhvers konar sjarm yfir þessu. Já, og menna líka náttúrulega bara þetta að vera með hana byssuna fyrir fótinn, sko. Þetta er náttúrulega hluti sem make ekkert sens og er ekkert útskýrir, en það er líka pointið. Þetta er svona grændarsmynd, þá á ekkert að útskýra, þá bara gera hlutir. Þetta á bara töff og skemmtilegt. Já, þetta á að vera bara skemmtilegt kvöld í bíó. En já, hún byrjar á náttúrulega geggjuðu tónlistarstefi sem að Rodríguez samdi, hérna grændarstefið, mjög flott upp á stef. Og þá kynnumst við þessum personum, og þetta er náttúrulega Rose McGowan sem leikur Cherry Darling, go-go-dansari. Og þetta er basically bær bara sem verður fyrir því að það verður svona útbreiðsla og ekki sjúkdómumbind, þetta er svona efnavopn í rauninni. Og tæknilega sé ekki zombjar. Nei. Það var ruggla mér. Það sé ekki zombjar. Já, en þetta er samt zombie-mynd, þannig að en jú, þeir smitast af... Já, þau veist, þau dey ekki og rísu, skilur. Þetta er eitthvað svona smitt, eitthvað. Og þetta er alltaf mynd sem kemur 2007, þannig að þetta er látið tengjast Írak-stríðinu, þetta er hermenn sem voru að koma frá Írak sem eru með hann eitthvað efnavopn, sko. Bruce Willis leikur eitthvað herfóringi hann, sko. Já, einmitt. Kemur inn. Og það er fullt af góða leikurum, það er Freddy Rodríguez, leikur Al Ray, sem er svona algjör badass. Hvernig finnst þér hann í þessar mynd? Geggjör? Já, mér finnst það enn þann dag í dag, finnst mér að miskast. Er það? Já. Mér fannst það því ég sá hana, það er kannski að því líka, ég er rosa mikill 6 Feet Under maður. Já, ég hef ekki séð það, sko. Nei, Freddy Rodríguez leikur í þeim, sko. Þannig ég þekkt hann á hann í sá. Já, hann alltaf er einmitt, þetta er alltaf allt öðru hlutur hann er í, sko. Ég sé hann í fyrst í þessu hluturki, sko. Þannig þá kannski að það munurinn líka. Ok. En eins og annað, og þetta er ekki fallt að mér að segja þetta, en hann á að leika eitthvað grjótharðan og hann er frekar lítill. Já. Skilur þú, ég er ekki að segja að litlir menn geti ekki verið harðir. Nei. En ég átti smá erfitt með að kaupa hann, af því hann átti að vera sko, ekki bara harður, hann átti að vera grjótharður. Og stór hættulegur. Já, mér finnst þér alveg náði í hana, sko. Ok. Já. Er þetta rugl í mér? Ég veit ekki, Þú ert ekki sammála mér? Nei, mér var svona... Ég hefði viljað fá, ekkert endilega eitthvað svona Danny Trejo-gæja, en bara eitthvað svona eins og... Antonio Banderas. Banderas í Desperado. Ég er svona sammála því, Skilurðu? Hann er náttúrulega verið plottari. Það er þannig gæja, mér fannst einhvern veginn, og ég tala ekki þar fer á litla. Já. Sem var svona fyndi, en það er eitthvað svona, ég veit ekki. Sko, ég skil alveg hvað það segja. Ég vil mína menn, ef þeir eru grjótharðir í bjómdum, þá er bara grjótharðir alla leið. Já, ég alveg skil pointið. En þau eru þarna og Hannes segir þau eru fyrirverandi par sem hittast aftur þetta kvöld. Og það er fullt af öðru leikunum. Josh Brolin er hana í burðarmiklu hlutverki. Hann er skemmtilegur. Mjög skemmtilegur. Ég fyrir þau bæði. Já, sammála því. Læknarna hana, Já, Marley Shelton sem leikur hana Dakota. Ég man þetta Taylor, sko, Josh Brolin er Doc Block is prescription pain. Þetta er ekki gegn Dr. Block, þetta er gegn af. Þetta er gegn.
og það fullt öðru leikurum Fergie úr Black Eyed Peas kemur hana Ég var búin að gleyma henni smá og svo náttúrulega Tom Savini sem náttúrulega mikið var í þessum grændarsmyndum bæði að leika og náttúrulega gera brellur eða þess að make-up dæmi og hann náttúrulega bara mjög þekktur þar og hann svolítið svona guðfæðir að mörguleiti fyrir margar sem fóru síðan í þann bransa yfir í svona make-up, svona gerfi og blóð og svona og hann var náttúrulega líka í Dust Till Dawn geggjar karakter þar það var ekki Sex Machine og hann með byssu það sem þú veist þetta svona dæmi hluti sem maður getur fyllist töff í svona bíómynd það verður mjög erfitt að gera þetta í íslenska mynd eða eitthvað já það er hræðilegt en mér finnst það ennþá cool from Dust Till Dawn algjörlega og þannig hann hana upprunalegi El Mariachi sem var í bara fyrstu El Mariachi myndi hann hana líka löggar Carlos og Michael Bean Jeff Fye nákvæmlega geggjaði bátur leika bræður hana lögreglustjórinn og kokkurinn og það var líka alveg skemmtilegt það voru karakter hann að búa til okkur barbecue sósu hann að þvílta pæli því Jeff Fye hann veit ekki það hinn löggan, hinn bræður hann vist á lóðinu eitthvað sem veit ekki það er eitthvað smá rígur á milli uppskriftin sem maður má ekki deila þetta er alveg skemmtilega sögur í mynd sem er annars fáruleg og það er alltaf það sem líka einmitt Rodríguez ekkert besti handritshöfundurinn nei, hann ekki Tarantino nei en þarna einhvern veginn þegar hann svona kampi og viljandi lélegur að þá bara gera hann þetta geggjað mér finnst þetta bara einmitt ótrúlega skemmtilegi karakterar og skemmtilega svona uppsending en þá er ég spyrja, hvað klikkar þá ef við tökum Planet Terror að þú eru sammálum, nú er svolítið fáranleg og allt þetta og hann er kannski ekki besti handritshöfundurinn en okkur virkar hún ekki með Machete ég held hann hafi verið að flækja hlutin á mikið í Machete en þess að ef þú horfir á Machete trailerinn hann sagði að hann hefði tekið upp fullt af efni þar sem hann notaði trailerinn og með eitthvað aðeins meira og það næst í helmingun af Machete í myndinni þannig þegar hann tekur upp Machete í myndina 3 árum seinna að þá hann að fylla upp í þess að vantar upp á ekki taka allt frá byrjun hann bara fylla upp í þess að vantar og ég held hann hafi bara af því að hann gekk svo vel í Sin City að vera með svona ótrúlega marga karaktera og svona, ég held hann bara fór fram úr sér. Það er fór að blanda inn í ykkur svona stjórnmáladæmi með eitthvað immigration og eitthvað, þetta verður svo umfangsmikið. Mér fannst það bara ekki skemmtileg. Mér er svona, maður leið pínu, já, það er alltaf vant að það skemmtilega faktora líka. Mér leið pínu svona að hafa haldið að hann verið að fara að gera Magnolia eða eitthvað, en hann er að gera Machete. Já, því hún er ekki Magnolia. Nei. En já, nákvæmlega. Það er svona glimt bara svona, það verður að vera funny í þessu líka. Já. Og svona flækit allt og mikið sko. Þannig að ég held að það sé svolítið líka þegar fólk sem fór að sjá Machete, það vildi bara sjá Danny Trejo vera að högga menn í sundur sko. Bara rústa mönnum. Já. Og mér fannst opnatrið Machete flott sko. Hún byrjaði vel. Man ekki þetta. Þá var hann kemur hann eitthvað brennandi hús hann eitthvað og Steven Seagal hann það var vondi kalli. Já. Kom ykkur aðrið ég sá opnatrið og ég sagði bara þetta kannski verður þetta eitthvað en svo bara fjara þetta algjörlega út sko. Sorry, ég verð að spyrja líka núna. Hvor finnst þér, ef þú þyrftir að velja af þessum tömmyndum, Planet Terror og Death Proof, ef við sendum frá Dust Till Dawn líka, segjum þetta hefur svona triple feature, hvað er það besta? Þá hugsa ég nú að Dust Till Dawn væri best. Alltaf. En það er líka eitt sem mjög athyglisvert að pæla í þessu líka, að það er hvor er meiri græntarsmynd. Það er alltaf daginn, já, þessu tömurina. Planet Terror. Það er alltaf daginn Planet Terror. Allan daginn. Þannig að það er eins og hann hafi skilið verkefni betur, sko. Mér finnst það. Tarantino bara ráði ekki við það að fara á þetta plan. Hann verður að bæta við einhverju svona með karakterina og, hann er ekki nógu lélur. Nei, það er mitt. En þessi mynd er náttúrulega bara, eins og segi, þetta er ekki mynd sem ég myndi að mæla með alla, en ef það er gaman að svona myndum og þá er þetta bara þrælskemmtileg mynd. Mér finnst það. Og ef maður er að flokka zombie-myndir, þá myndi ég alltaf setja Planet Terror ofalega í uppáhald zombie-myndina mínar. Men þetta er, hún er ekki eins mikið klassík eins og einhverjar Donald Dead eitthvað þannig, en þú horfir bara skemmtanagildi, sko. Já, mér finnst þú þrælskemmtileg og enn þann dag í dag. Mér finnst þú ennþá mjög skemmtileg og ég hef alltaf fílað hana betur heldur en Death Proof. Ég er sammála því. Alltaf. Þó ég sem er í Tarantino maður, já. þá finnst mér Planet Terror. Ég sammálaði þess að segja með að Rodríguez hafi hann er svona fattaverkefni. Já. Og hann náði eitthvað að koma svolítið inn á það plan og mér finnst það líka bara persónulega að vera með skemmtilegri mynd. Já.
sammála því, alveg klárlega. Og og þar taka þið líka svona, þetta sem ég talaði um á svona missing reel dæmi, sko, þess að fyrir miðri mynd, viljum við fara að reyfa söðurþráin eitthvað meira? Þetta er bara... Ekkert eitthvað, þessi gerir þetta og nei. Það er bara zombinir að koma hana og þau eru að hún alltaf missir fótinn að ráðist á hana, þannig þau fara bara sjúkrahús og hún fer þaðan og fyrst fær hún bara eitthvað bara fót á stól, bara stólfót undir sér, sko, sem hún notar. Sjóræningin bara. Já, svo faraði hann á barbecue staðinn og þá kemur svona missing reel. Þar sem þeir taka filmuna út, eins og þetta hafi verið léleg filma, og hoppa, við vitum ekki hvort það sé 5 eða 10 mínútur eða korter eða hvað það og það kemur alltaf skemmtilega út þetta, þegar þá bara er eitthvað búið að gerast, sem við vitum ekki hvað sem búið að breyta öllu. Ég meina bara kviknaði í veitingastæðnum. Já, bara kviknaði í veitingastæðnum og Michael Biehn, löggan, er búin að hata El Rey, Freddy Rodriguez, all tímann, en þannig hann alltaf bara, þú veist, nú veit ég hver þú ert, þú veist, og er bara já. Hann vill ekki eins og láta hann fá byssu fyrir myndinni. Nei. Svo bara give him all the guns. Nákvæmlega. Það er cool, það er greinlega mikið búið að gera sem við fengum ekki sjá. Og meðan hans byssufóturinn, sko. Hann setur hanna þarna eftir það, sko. Já. Og segir náttúrulega, sko, I made you something. Og smeltir á. Og þess sem að spyrir hvenær hann tíma til að gera það. Og líka, hvernig tekur hún í gikkin, skilur þetta meikar ekkert sens. Það meikar ekkert sens. En það er líka, maður á ekki verið að pæla í þessu. Maður á bara verið að hafa gaman að myndinni. En það í fullur hreinskilni, þegar ég var að horfa á myndina, ég pældi aldrei í þessu á meðan ég var að horfa. Nei. Ég var bara in for the ride. Einmitt. Ég man einhvern tímann þegar ég var í menntaskóla að horfa á þetta með okkur í fjölum og þá voru sumir sem pyrruðis á þessu, sko. Já, þeir eru ekki að fá að horfa á þessu. Nei, ég fannst það bara geggjað og mér fannst það mjög töff þegar hún er að nota byssuna og nota Grenland til að fljúa og bara... Mér finnst það æðislegt. En ég verð að koma inn á eitt atriði í Planet Terror sem að það stakk mig alltaf og mér finnst ennþann dag í dag, mér finnst þess að passa ekki almenn inn í myndin. Veistu hvað atrið er að tala um? Ég tala með strákinn í... Já. Þegar strákurinn skýtur sig. Já. Af því að það er sérst atrið... Sem samt, sko, er svona smá, sko, ekki alveg skýrt að segja, þú veist, hann alltaf, það heyrist byssuljóð. Hann skýtur sig? Já, en hann kemur samt hann undir lokin. Strákurinn? Á ströndinni, í blálókin. Þú veist, þá var hann með skjaldbökuna sínar. Alveg, ég byrju hann ekki með sárabindu? Nei. Ég man það þetta ekki. Nei, en hann er með eitthvað skjaldbökuna sem bara ströndin að leika sér. Þess, en auðvitað getur maður túlka lokatriði. Það gerir þetta í svona náinni framtíð, sko, eða fjarlægri framtíð. Þeir eru hann eftir hvernig lítur það. Þeir eru komin á eitthvað strönd í Mexíkó. Já. Og hún kom með nýja byssu á fótinn, betri vélbyssu og eitthvað svona. Já, hún kom með míningur. Já. Og kom með lítið barn og þá birtist hann það, sko. Þannig að, en þú gæti ekki túlka að það sé bara eitthvað sín eitthvað himnaríki eða eitthvað skilur það geti verið eitthvað þannig, þetta sé eitthvað draumur það sem að, þú getur farið í eitthvað svoleiðis. Að hann alltaf lifir þetta ekki af en hún tekur hann alltaf með sér, sant, sko. Ég veit að, en ég skil alveg hvað þetta við, sko. En ok, ef þetta er þannig, þá er það svolítið fárlegt að hann er klálega, hann er dáinn í bílnum, allavega, að það atriði þegar það gerist, ég fatt alveg hvernig að gera þetta er svona... Sjokkfaktor. Já, bæði þetta sjokkfaktor. Svolítið sem ég var að tala um þetta óriðskoða þetta, sko. Þetta myndi ekki gerast í venjulegu Hollywood. Nei, þetta er alveg sjokkfaktor og líka, þetta er auðvitað svartur húmor. Að því hann er hugsað með sig, ef þú myndir bara láta barn fá byssu, maður er eitthvað sem séð í öðrum bíómyndum. Bara eitthvað, baby, ef það kemur einhver, nota þess að eitthvað. Ef þú myndir gera, það er ekkert ólíklegt. Ég meina, því miður hafa svona slíks gest í heiminum, sérstaklega í Bandaríkjunum, þar sem að krakkar að handleika skotvopn og enda svona. Þannig ég skil að það make alveg sense, en mér finnst bara einhvern veginn eins og, mér finnst þetta svo nasty. Þetta er svo líka fyrir þess að greiði konu, að því hún er búin að gangi gegnum þetta svakalegt, meðan maðurinn hennar er bara að reyna að drepa hana. Já. Og verður þess svo zombie líka. Já, Josh Brolin, karakterinn, og ég meina hún er búin að brotna, höndin er búin að brotna og... Það er svakalt aðeins líka. Já, að því hún er svo dofin eitthvað svona dæmi. Það er búin að gera svo mikið fyrir hana, að þegar þetta gerir síðan líka, mér fannst þetta full grimmt. Já. Og að því að myndin er rosa svona, þó þessu ókist og blóðu, þá er þetta meira svona campy fun. Akkurat. Ég get alveg tekið undir þetta, en var strákurinn, leikarsleikurinn, er það ekki alveg sonur Rodríguez? Jú.
Það líka svolítið dark up Harry. Já, hann sagði vist bara að skára þetta sé... Já, svona minn en einhver annar. Já, ég vil ekki, þú veist, eina gæsla að drepa annað barn í skilur. Þannig að ég set minn, þetta er fucked up. Ég bara skil ekki á hvernig hann tók þetta ekki úr myndinni. Já. Af því mér er svo skárra. Segjum að zombie ráðast á strákin. Já. Eitthvað svoleiðis. En að þetta gerist svona og það er henn að kenna. Já. Hún rétti stráknum byssuna. Já. Ég vil ekki vera eitthvað svona Debbie Downer hérna. Nei, þetta er samt alveg, þetta er pæling og þetta er, þú veist, sástæði líka, ég fatt alveg hvað aðrir varst að tala um, þannig að þetta er stingur svolítið, sko, þetta er svolítið svona úr karakter við allt annars sem er að gera, sko. Mér finnst það ekki alveg passa inn í akkurat væpið á þessari mynd. Einmitt, en það er svona, já, spurning með þetta hvort einmitt í ljósi þess að hann kemur hann undir lokin aftur, sko, Ég held þessi rétt, var hann ekki með sárabindi bara? Það gæti verið, sko, ég man ekki eftir því, ég man bara að hann með skjaldbökunar á ströndinni, sko, þetta er eitt að síðan sem kemur að hann myndi bara klárast. En málið, þú fær líka að sjá hann eftir skotið. Já, Þannig að hann er ekkert að lifa þetta og við erum búin að eina hálftími að tala þetta. Ok, höldum áfram, mér fannst þetta ekki almennilega passa og alltaf þegar ég horfa á þessa mynd, núna séðast bara daginn, mér finnst þetta ennþá ekki passa. Nei. Mér finnst þetta aðeins og ég ætla að fara að sletta, þetta er svona mean-spirited atriði. Já. Og mér finnst þetta óþarfi fyrir hana. Konu greið þurfti ekkert líka lendi. Nei, rauninni þurfti þessi karakter ekkert að vera þetta badd, sko. Þetta er algjörlega, já. Ég skil, ég veit ekki. Höldum áfram. Já. Höldum áfram. Planet Terror, skemmtileg, trailandi koma síðan. Já. Er eitthvað meira sem það koma inn á í sambandi við Planet Terror? Nei. Mér finnst það bara skemmtileg, mér finnst það Rósmund Góða skemmtileg, mér finnst það öll skemmtileg. Já, þannig að hann kemur karakterinn leikinn af Michael Parks, hann Earl McGraw, sko, sem er karakter sem voru byrtast í mörgum Tarantino-myndum og einhvern Rodríguez-myndum líka. Þeir eiga hann saman. Já. Hann er því mjög dáinn, hann er dáinn leikari, en mjög góðu leikari. Geggjar í þessum myndum. Og geggjar í þessum karakter. Mér varst reyndar, það er eitt kannski líka þess, ég hef ekki viljað hafa hann í þessari mynd, sko. Hefur sleppt honum? Já. Venna þess að þó hann sé alveg töff, þá var gaman að sjá hann í mann þegar maður sá hana fyrst og þá maður tengdi þetta værið úr þessi og Tarantino myndunum og svona, en mér varst það svona að því að þetta er svo mikið, þessi mynd er svo mikið bull, sko, að mér finnst það svona ekki passa inn í þennan heim ykkur, af því að hann er búin að vera að rannsaka í Kill Bill og eitthvað svona, og alltaf byrjun í From Dusk to Dawn. Jú, það sem hann deyr. Já. Það er ekki meikar ekkert sens að það gerist eftir þessum. Nei, en ég held að það sé bara eitthvað svona inside joke. Já, þetta er það. Bara, þú veist, hann bara deyr, það skiptir engum máli. Þetta er sami gaur en hann bara deyr í öllum myndum eða alltaf tveim myndum. Akkurat. Það böggaði mér svo sem ekki. Mér er svo skemmtilegur sem... Hann er mjög skemmtilegur. Sem þessi gaur. Og það eru nokkri karakter sem koma fyrir í báðum myndum sem að gera verkum að maður getur litið að það sé að gera til sama heimi. Það er hann með hans. Hann kemur á mjög mikilvæg atriði í Death Proof. Hann er það sem að útskýrir henni hvað er að gerast. Það er svona brúin á milli fyrir hlutans og setja hlutans í myndinni. Já, á spítalunum. Gleyma ég. Kemur ekki með stráknum sem líka? Jú, sem er ekki Planet Terror. Sem er þetta ekki Samu er í Kill Bill? Jú. Og svo kemur hún hana Dakota, Marley Shelton. Hún kemur í Death Proof líka á hótelinu, á spítalunum segi, ekki hótelinu. Má ég bara gleyma því, var hann með eitthvað línur? Já, hún kemur og hann er eitthvað að tala við hana og... Myndi það ekki? Já, og svo stormar hann svona út, sko. Ok. En það er svona nokkur karakter, en svo náttúrulega er nokkur leikarar sem er í báðamyndum en er ekki leika sömu karakter, sko. Já, einmitt. Eins og Rose? Já, eins og hún einmitt. Og það eru þetta líka ein sem hafa talað um að ástæð fyrir að myndi floppaði. Þegar fólk alltaf verið að pæla af hverju, hvort það sé bara þessi við umræða, það er líka einhverju að tala um. Ég held að dagsetningin sé líka svolítið faktor. Ég held að það skiptir máli. Já, svo held ég líka, það hefur verið talað um að hvort að auglýsingaherferðin hafi ekki verið nógu góð. Ég held hún ekki verið nógu góð. Og þá hafa einhverjur með kenning um það að þegar að þeir ráða Rose McGowan í aðhlutryggjana, að þá er hún og Rodríguez, þau held ég orðin kærustu bara eða hvort það gerist á meðan þeir að taka upp. Það er eitthvað svona smá milli þeirra. Já. En hún var búin að kvarta undan Harvey Weinstein sem er náttúrulega einn af framleiðendum myndana, sko. Og þetta er náttúrulega löngu fyrir Me Too. Þetta er löngu fyrir Me Too. En hún var búin að vera svona blacklistið, hann var búin að reyna að banna það að hún væri í myndum á hans vegum. Já.
þannig að þegar að þeir eru inni augrunum með því að hafa hana aðaleikunin einni og koma í hinni líka, að þá sko hafa einhverjum í kenningum það að hann hafi verið að ekki að styðja þetta eins og hann hefði annars gert sko, til að halda því niðri sko. En ég veit eitthvað það sé rétt. Þetta bara svona sögur sem Samsæriskenningar. Ég held bara að markasetningin hafi klikkað. Já. Og líka eins og segir, það getur vel verið að útgáfadagurinn, frumsýningadagurinn, það skiptir líka máli. Það skiptir rosa miklu máli hvenær myndir við gefnar út. Bara svona nýjasta dæmi, ég lasa bara í gær, sem tengist þessu ekki beint, en svona þeir eru að finna út útgáfadaga. Mortal Kombat myndi, nýja, Mortal Kombat 2. Hún átti bara að koma til mánuð. Já. Þeir eru búin á frestinni, þá til í maí á næsta ári. Ég held að myndi sér tilbúin. Já, ok. En þeir bara, heyrðu, það er bara svaka gott feedback við trailernum og fólk er bara spennt og við getum maximæsa þetta miklu meira enn í maí. Þannig að þarna til dæmis, eins og sú mynd, við munum aldrei vita hvernig henni hefði gengið hún í október, en þeir taka fyrir ekki senst svona því. Spurning með Grindhouse, hefði henni gengið betur í október? Einmitt, ég held að mig að fara rauk fyrir því. Ég held líka að það er náttúrulega þegar þú ert með svona high concept dæmi. Þú veist, sem þú þarft að útskýra fyrir fólki. Og eins og ég veit að það er ekki útskýra fyrir okkur sem erum kvikmyndaáhugamenn. En fyrir... Við erum svo klárir. Já, það er náttúrulega gallin okkar, hvað við erum vel gefni, sko. En gagvart sem almenna bíógesti, það þarf átt að útskýra hluti. Þetta skerði með Kick-Ass, ég veit ekki hvort að maður hún kom út, að þá var komið rosa mikið svona buzz, hún var rosa vinsæl, það var mikið hort á trailerinn og allt það, menn held að þetta verið að vera bara spring út, bara verið eitthvað geggja, sko. Hún Gretel, hún var ekki flop, en hún var samt vombrið í miðasölunni, sko. Og þá var þau, það talaði um að fólk hafði ekki skilið, var þetta grínmynd, var þetta alvöru. Það er nokkuð svona dæmi og þessi mynd hefur líka verið, það hefur sagt sko, hún er of hræðileg til þess að vera grínmynd og hún er of fyndin til að vera hryllingsmynd. Þetta er svona, fólk veit ekki konsepti sko, hvað er ég að fara að horfa á. En ég er ekki líka hægt að setja bara einhvern flokk sem er bara skemmtilega myndir. Skilurðu? Mér finnst þetta bara skemmtilegt. Ég var ekkert hræddur við á Planet Terror og ég lá ekkert í gólfinu bara hlæjandi ykkur hláturskasti. En mér finnst þetta bara skemmtilegt. Já, það er samt nokkur atriði sem eru drifindi líka sko, maður hló alveg oft sko, en sérstaklega þegar þeir eru goddamn sauce, allt þetta. Já. Þú veist hvað ég er að tala um. Ég veit alveg gott þú ert ekki bara vá, hvað þetta er ógeðslega að fyndi mynd. Nei, þetta er ekki En mér fannst þau ná einhvern veginn. Ok, ég ætla bara að taka annað dæmi. Cabin in the Woods. Margir dýrka hana. Já. Ég er ekki einn af þeim. Nei. En eins og með þá mynd, hún virka ekki fyrir mig. Mér fannst hún ekki skeri. Nei. Mér fannst hún ekki virka sem hryllingsmynd. Mér fannst hún heldur ekki, mér fannst hún ekki það sniðu. Nei. Og eða fyndin. En hún er dæmi svona mynd líka. Menn heldur að það er því mjög stór mynd, sko. En svo var það ekki það, þú veist, þetta er, þú veist, hvað er markasetningin að segja skila til fólk, sko. Þetta er, ég veit ekki. Það er líka þegar þú ert að svissa mikið í einni mynd á milli svona tegunda af kvikmyndum, svona genre dot, ef þú ert að svissa eitthvað, það getur alveg verið mjög trikki. Þú veist, bara hvað ég er að gera hryllingsmynd, en þetta er líka svona grímynd. Já. Og náttúrulega að vera með tvær myndir líka, það gerist líka heilmikið úti, sko, þegar hún var sýnd í Bandaríkjunum, að fólk gekk út eftir fyrstu myndina. Já, fatta þetta ekki. Nei, það er markasetningin, er það ekki? Jú. Þú kaupir miðan og þú veist ekki að þetta fara tvær myndir. Það er samt alltaf, þú veist, þeir eru að reyna, það er mynd og plaggut og þú veist, 2 leikstjórar og þú veist, það er... Og stendur fyrir að this time they're back to back. Já. Og það er sko... En eitthvað klikkaði. Það er eitthvað sem klikkar. Eða bara fólki hafi ekki fundist þetta spennandi. Þú veist, það er líka það, þú veist, fyrir utan kvikmynda áhugaminn, þú veist. En svo þess að þeir sögðu sjálfur, Tarantino og Rodriguez, með þess að þeirra aðdandhópur mættu ekki. Nei, ekki nógu stóru stíla. Ég er að segja það, að þeir eru alveg stóran hóp af aðdándum sem mæta þá þeirra helstu myndur og stiði þá, en ekki þessar. Þannig að meira þess að Tarantino aðdándur og Rodriguez aðdándur fór ekki á þessa mynd. Að því að allir hefur farið á þessa mynd, það hefði ekki á svo mikið flott. Þú sér það, Bastards og Django, þetta eru myndir sem hefur að greiða $300-400 milljónir, þú veist, í miðasölunni. Já. Einmitt, og þessi náðu ekki eins og þú veist 100. Nei, 25 milljónir, veist. Tarantino 1 hefði átt að geta náð upp í það. Já. Þannig að hans aðdándur voru ekki svona að mæta. Nei. Þannig að það er eitthvað, þú veist, þetta er alveg rannsóknarefni, bara af hverju þessi mynd náðu ekki gegn. En svo er líka þetta bara, þú veist, kannski vill fólk ekki fara að sjá 2 myndir, svo er það líka, þú veist, það sem bara finnst þetta ekki að vera skemmtileg hugmynd. Og
ég fara 2 myndir, ég veit ekki, það Það skemmtilega sem ég geri. Já. Það að fara, því þeir voru sem þú sína hérna heima, þá voru með svona double features. Og alveg nokkar sem voru mjög skemmtilegar, Sambjörn voru duglega að gera þetta á sínum tíma. Ég fór til dæmis á Valentine slassamyndina og Exit Wounds með Steven Seagal. Já, ok. Æðislegt kvöld. Ekkert sérstakar myndir, æðislegt kvöld. Svo fór ég á Terminal og Collateral 2004. Já. Forsinning. Já, Það fikk ég þær báðar fyrir 1 miða. Já. Þetta er gaman. Já, algjörlega. Og og það sérstaklega þannig sem þetta er gert til þess að vera séð svona saman. Og það eru styttri. Það eru aðeins styttri. Þetta er ekkert eitthvað fólk þar eru 4 klukkutími í bíó. Nei, 2.5 hours of pure dynamite, Já. segja hana. Svo hafa líka, sem velt fyrir sig hvort að þeir hefðu þetta svissa, hvort að Tarantino hefðu þetta byrjun ekki Rodríguez, af því að hún er svo mikið sprengja Planet Terror og þess að vildi byrja hana, því hún er svo bara geggjuð skemmtun og svona. En svo róast hlutin alveg svakalega niður í Death Proof, Já. Þú veist, þannig að það er, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega bara pælingar. Já, algjörlega. Förum aðeins í trailerna, bara stuttlega. Já, eftir sett fyrstu myndina, Planet Terror, og maður setti trailerina, þá voru sýndir 3 trailer. Og það eru 3 góðu leikstjórar, Edgar Wright, Rob Zombie og Eli Roth. Og Edgar Wright var hann búin að gera Shaun of the Dead. Hot Fuzz kemur út þetta ár líka. Ég veit ekki hvort það var komin út eða ekki. Hún er 2007 mynd. Ég held hún að... ég man það ekki. Nei, apríl. Ætla hún sé ekki setna. Sumarmynd. Já. Ég geti trúin að það eru júní kannski eða eitthvað. Já. Eli Roth er búin að gera Cabin Fever og Hostelana. Já. Og Rob Zombie er búin að gera House of a Thousand Corpses og Devil's Rejects. Devil's Rejects, er hún 2005? Já. Já, einmitt. Halloween kemur svo setna þetta ár. Hún kemur 2007 mynd líka. Já, einmitt. Hún kemur ekki fyrir en... Okkar mynd. Já, heldur betur. Hún er ræða hana fram og tilbaka. En þeir sett, og þeir eru allir líka aðdándur svona mynda og komur sér jarðvegi, sérstaklega Rodríguez og Eli Roth kannski. Pott zombie líka maður. Já. Hann alltaf er breyti, en það er aðeins öðruvísi, hann alltaf upplifði það ekki þessi svona grindhouse og þannig. Þessi breyti? Rob Zombie? Nei, Edgar Wright. Já, Edgar Wright, já. En ég með Rob Zombie myndinar, og þær hefðu getað verið grindhouse-myndir. Þetta er myndir sem það geta séð, þannig að þetta er bara ekta, hann alltaf elskar 70s og svona, þetta er bara ekta. 100%. En það er þessi 3 trailerar, og Edgar Wright byrjar með Don't, sem er trailer, og hann nálgast þetta alltaf skemmtilegan hátt. Þannig að þetta kemur þetta líka með hvernig trailerin er að sína kannski ekki rétt útgána myndinni, er að hann ímynda sér að hann hafi gert svona breska, svona hammer horror gothic mynd einhvern veginn, sem svo í trailernum er klippt þannig að bandarískir áhundur viti ekki að það sé breskmynd. Þannig að það er enginn sem að heyrist tala í trailernum. Ég veit horfða á trailerin fyrir þennan. Já, og trailerin meikar ekkert sens. En mér langar að geðveikt að sjá það sem mynd. Já, en þú veist ekkert hvað hann er. Þetta verður eitthvað svona djöfla, smáma svona Evil Dead feelingu. Það er eitthvað húsana. Eitthvað svona drauga feelingu. Og þú veist ekkert hvernig persóna tengjast og eitthvað svona. Og hann er með náttúrulega, þeir hann í trailerinum bæði Nick Frost og Simon Pegg. Hann er óþekkilega Simon Pegg, hann er einhver gerfi sem einhver skrimsli. Já, þess var ekki að spotta. Já. Og Nick Frost er eitthvað líka svolítið fyndið og það eru fleiri leikarar sem mann ekkert hvað heitir. Ekki Jason Isaacs? Jú, Jason Isaacs kemur hana. Pappans Draco Malfoy, fyrir eitthvað sem þekki ekki nafni. Og líka hann sem var í Succession, sem leik Tom í Succession. Er hann? Hann er í trailerum líka. Hann heitir Hann er sem að tekur hann úr augun úr sér Heitir hann ekki Matthew McFadden? Ég bara man ekki hvað hann heitir. Alltaf lagi. Þannig að það er svona mynd sem er eitthvað svona haunted house dæmi og hann tekur líka innblástur úr svona gömlum trailerum að titlinni sagður endalist oft, don't. Viltu fara þangað in the basement? Don't. Eitthvað, veistu. Mér finnst það cool trailer. Mjög cool trailer. Mér langar mest að sjá þá mynd af þessum trailerunum. Já, því að maður veit líka minnst hann. Þetta er bara svona alls konar myndir og maður skilur ekkert hvað að gera, sko. En bara upp á svona visual síni þá var það bara, wow, ég til í þetta. Svo kemur Rob Zombie og hann fer í svona þekkt líka dæmi. Hann er sett bæði með svona smá svona Women in Prison dæmi, líka smá svona Nazi-exploitation, sko. Það gerist í nasista búðum, sko. Og svo varúlfatvist og svo smá eitthvað svona kynvestvist líka. Þannig að svo kemur Nicolas Cage í þeim trailer sem Fu Manchu. Mér finnst það gott. Og hann er með marga leikara sem eru svona leikarar úr
sem hann hefur verið að nota í Já, þessum já. myndum, hann með alltaf konuna sinna eins og alltaf, Sheri Moon Zombie og hérna, Bill Moseley líka. já, hann hérna Udo Kier og Sybil Danning, það eitthvað nokkur svona. Trailer sem fjallar sem sagt leynilegt verkefni á vegum nasistana að búa til ykkur á ofur varúlfkonur. Þú veist, það hljómar fáránlegt. Þetta er alltaf fáránlegt. Og það er fáránlegt. Og það er myndin Skemmtilegt sem samt. ég held að sé sko, þú veist, það er myndin sem var ólíklegast að yrði eitthvað með. En svo var ég að lesa, ég held að mér bara, ég kíkti aðeins í IMDb, eitthvað svona trivia, maður veit ekki hversu ekta það er, Nei. þetta sem er IMDb. En Zombie sagði vist ykkur viðtali, ef það hefur gert Já. framhald, þá hefði hans mynd verið gerð og Thanksgiving. Sko, hann sagði allan einhvern tímann að hann hefði áhuga á að gera þessa mynd. Og þetta var sama eins og með Machete, að þeir taka upp það mikið efni að það vantar ekkert eitthvað brjála mikið upp og þú getur gert bara Heila mynd. 70-80 minna mynd, sko. Já, hann skaut við svolítið mikið. Já, hann skaut heldur mest, sko, af efni. Og þú ert að klippa þetta niður í bara stuttan trailer. Já. Þetta voru mjög stutt í tökudagar hjá öllum, eða þetta var svona, ég heyri þetta hefði bara verið fyrst ykkur örfá daga, sko, þegar bara fengið ykkur 2 daga eitthvað að mann, sko. En já, en þetta er alltaf algjörlega grilluð mynd, sko, þegar maður sá þann trailer. Svo kemur Thanksgiving, sem var líka mynd, setna, mynd sem kom bara út, var í fyrra eða hitt í fyrra, það er alltaf stutt síðan. 23 held ég. Já, hitt í fyrra. Hvernig eftir hún? Bara allt í lagi, gaman að henni, en ekkert meira en það. Vombriði í rauninni með trailerinu, sko. Já, trailerin er nokkuð góður. Já, hann er og Eli Roth sagði það líka, sko, því að trailerin er náttúrulega líka gengur mjög langt, sko. Og þá sagði hann að þegar hann gerir svo núna Thanksgiving fyrir 2 árum, að sú mynd væri eins og endurgerinn á þeirri mynd, ekki fyrst að væri að gera. Ekki upprunalega, já. Það meikar sens. Hann ímyndi sér þetta að vera mynd sem var gerð í the 70s og nú er hann að gera nýja mynd endurgerð, sko. En það er alveg sniðt að hugsa það þannig, sko. En hérna, og hann tekur þá mynd upp, hann var að taka upp Hostel 2. Einmitt. Og það er aldrei fyndið að maður sé, sko, í byrjunatrinu á Hostel 2, að þá er hann að karakterinu fyrstu myndinu, hann að Jay Hernandez, sem hann líka heitir eitthvað að hann er afhusaður, sko, og þeir eru með það prop. Þess að þeir nota það, sko, eitthvað 3-4 sinum í trailerinu. Já, í Thanksgiving. Já, bæði á honum sjálfum, þess að hann sýndir eitthvað sáleikari, og svo líka bara eitthvað, þú veist, gaur í einhvern kalkunabúning og þá tekin að, þú veist, eitthvað, þegar maður veit þetta, sem þeir alltaf nota sama, sko, sama svona gaggið, sko. Michael Biehn kemur líka fyrir í þeim. Já, elska hann. Og með þessa geggjuðu línu þegar það er búið að afhausa mann og hann tekur svona í smakka blóðið og einhver segir, it's blood. Son of a bitch. Og hann líka deliver þessu skemmtilega. Já, hann fekk að gera Thanksgiving mörgum árum setna. Já. Hvað er þetta? Svo var Hobo with Shotgun. Já. Það var aðeins öðruvísi dæmi. Það er aðeins öðruvísi. Þeir voru með eitthvað svona trailer að keppni eða eitthvað líka. Það sé líka mun á honum og hinum. Ég held, ég man ekki eftir að sé þann til, en ég sé eins að myndina, því það var líka mynd. Já, ég er ekki múin að sjá myndin, en ég horfði á trailerin, sem ég aldrei séð. En hann er ekki í þessar útgáfu, hann var ekki sýndur í öllum bíóhúsum, sko. Nú! Það var bara í eitthvað svona völdum, sko, þetta var eitthvað þannig. Hann er ekki hluta myndin, hann var bara sýndur í bíóhúsum með... Já, það er líka, þú sér alveg mun. Já. Að því þú ert með alveg alvöru leikstjóra og svo bara einhver gaur eða eitthvað sem vann einhverja keppni. Akkurat. En þetta var skemmtilegt og ef að þessi mynd hefði gengið vel, þá er margt meira sem hefði komið líka fyrir utan þetta sem var, sko. Hversu cool var að við varum að fá svona mynd kannski 3 ára fyrsti? Það er alveg líkur að ég veit hendur ekki hvort Tarantino hefði verið tilkipur í að gera Grindhouse 2, en það hefði komið Grindhouse 2 og einhverjir aðrir, sko. Já, og kannski, þá eru kannski komið með James Wan væri að gera eina og skilurðu, þeir eru ekki gert leikið sér með þetta. En Eli Roth ætlaði tímabili að gera líka mynd sem var bara svona fake trailer, átti þetta trailer trash og því hún var svo gaman að gera Thanksgiving trailerin. Ætlaði að gera heila mynd með bara svona fake trailerum, sko. Þess að í rauninu bara fullt af stuttmyndum. Já. Ég hef ekki verið til það. Nei, ég held að það er vel aldrei þreytt, sko. Heila þannig mynd. En þá var hann bara að leika sem eitthvað svona hugmyndir og eitthvað svona myndir sem að, hann myndi aldrei ná að gera eða eitthvað svona, sko, ég veit ekki. Nei, ég fatta hvað hann við þið, sko. En ok, færum okkur bara yfir í Death Proof. Já. Ég horfði ekki eftir á hana einmitt fyrir þennan þátt. Nei. Ok, hvað þú, mér finnst það ekki góð. Hvað þú seldum hana? Ok.
Ég átta mig á því að ég í minnihluta með þetta, sko. Og þú veist, og Tarantino hefur sjálfur sagt einmitt, hann sagði þess Death Proof verður að vera lélegasta myndin mín. Og hún er lélegasta myndin. Ég myndi alveg taka undir það, en ég segi, hún samt, ef ég þyrfti að velja einhverja mynd til að horfa, þá, þú veist, mér finnst hún skemmtileg. Ok, sorry. Ef þú varst með Tarantino katalógin, þú varst eitthvað í að hérna áðan, það var eitthvað mynd sem var leðilegri í hans katalóg heldur en Death Proof. Sko. Þú ætlar að segja, ég veit hvað þú ætlar að segja, þú ætlar að segja Jackie Brown. Sko, ég hef mjög gaman henni, en mér finnst meira skemmtargildi hér og mér finnst líka meira skemmtargildi en í Hateful Eight og ég elski líka Hateful Eight, sko, en miklu betri mynd, en mér finnst meira skemmtargildi í Death Proof heldur en Hateful Eight? Já. Ég fór á 3 bíó. Já, hún geggjuð, ég elska Hateful Eight líka, hún geggjuð, sko. Eins og þetta svona, þegar það kemur að, þú veist, Tarantino og þá, þú veist, þetta allt mjög góða myndir, að mínum mati. Fyrir utan Death Proof. Fyrir utan Death Proof, segir þú. Segi ég. En það nokkuð hluti sem ég fílaði við þessa mynd. Hún alltaf svona grændagsmynd, þó hún sé ekki eins mikið grændagsmynd og Planet Terror. En þess að mér finnst sko allt svona lúkið á henni flott, mér finnst tónlistin geggjuð, mér finnst Kurt Russell geggjaður í aðalhlutverkinu. Sammála því. Kurt Russell alltaf góður. Hann alltaf góður, hann einn af mínum uppáhaldsleikurum, alveg frábær og þessi mynd alltaf starta svolítið líka hans ferli aftur, það að segja náttúrulega Tarantino ræður hans í Hateful Eight út frá þessari mynd, þeir þekkjast hann og eftir þessa mynd og bílahasatin geggjuð. Já, flott, sammála. Og mér veist síðustu 20 mínútur eða hálftíminn eða hvað það þegar að síðastærinni atriði byrjar, eltingleikurinn. Mér finnst það bara að vera geggjadæmi. Mér finnst bara persónulega, ég hef nefnt áður í þessum Tarantino þætti sem ég gerði, man ekki hvað ég sagði þeim þætti, en mér finnst grunnhugmyndin rosalega boring. Að gæi sé að drepa eitthvað í einhverjum bíl. Mér finnst það bara ekkert skemmtilegt. Mér finnst það ekki spennandi. Nei, mér finnst það, þetta alveg skemmtileg hugmyndið sem mér, sko. Já, þér finnst það. Líka af því að, sko, þetta náttúrulega sagan byggir því að hann var sjálfur að tala við einhverja menn sem voru í kvikmyndaiðnaðinum áhættuatriði og fleira og þeir tala það þess hvernig bílar í back in the days í áhættuatriðum bíómyndu voru gerðir svona death proof og þannig kviknar hugmyndin, sko. Þetta var alvöru dæmi að þessi bílar voru gerðir svona, ég veit ekki bara lýsi bara, það var sett bara öryggið harðan þannig hjá þeim að þeir geti keyrt bara, lent í árekstri og allt og áhættuleikarinn lifir af. Algjörlega. Og hann alltaf í þessari mynd reynir hann að vera með eins litla tæknibrellur og mögulegt og maður finnur það í bílahassanum undir lokin, sérstaklega í þegar hassatri. Þess að þetta eitt flottasti bílalleikur sem maður hefur séð. Menn þess að hann raunverulegur. Já, þetta vel gert. Þú skynja það. Já, og sammála því. Og svo náttúrulega smá græntás líka þess það svona tvisti í lokin þegar að hann búinn að vera elta hann að hópa af konum og það rauninni sloppna frá honum og þá velja það að elta hann í staðinn og fara að drepa hann í rauninni. Og það svona, já, og það svona grindhouse twist, sko. Það ekki eitthvað sem maður myndi sjá í mennilegri Hollywoodmynd eða eitthvað hannig. Og ég elska hún endar algjörum svona hápunkti, sko. Ég sammála því, ég fíla enda. Já, en það sem ég veit að þú ert örugglega að fara að segja á henni leyfi þér að koma staðinn, ég bara á að lesa því, það það sem ég tek alveg undir, það náttúrulega að þessi stelpópa tveir náttúrulega mjög óáhugaverðir. Já, það finnst mér stærsti gallinn. Það örugglega þrennt fyrir mig sem að dregur sem mynd svo mikið niður. Númer 1 bara grunnhugmyndi finnst mér rosalega óspennandi. Númer 2, ég þoli ekki að rístarta bara myndinni. Þetta svo 2 myndir. Mér finnst það bara töff, sko. Já, ég þoldi það ekki. Og ég þoli oftast ekki þegar þetta gert svona myndum. Og við fáum að það, fyrri helmingurinn bara hópur á stelpum. Og sem síðan drefnar. Svo kemur svona annar hópur á stelpum. Já. Ég hefði persónulega viljað hafa Tarantino að geta haft þar allar 8 bara stór hópur ef það samt verið bara gegnumgangandi á alla myndina í staðan fyrir splittinni svona. Ég þoli það ekki, það smekksatriðan mér. Mér finnst að drepa bara allt pacing í myndinni. Bara svona, ok, og svo byrja upp á nýtt. Það gerir það alltaf ónýttarlega, sko. En hún alltaf tekur hans hraðar upp þráðin í seinni partinu, sko. Já, aðeins. En ég sko skilur hvað áttu við. Og þegar ég sá þess að byrja fyrst, það fannst mér þetta með skrítið. Þess hann bara drepur alla í fyrirhelminum og svo bara byrjar upp nýtt, sko. En mér finnst það alveg mjög cool ákvörðun. Þetta svona Tarantino ákvörðun, eins og hann sinni með kabla og allt þetta, sko. Ok, og málega, ég hefði fyrirgefið, þetta eru 3 partar af þessari mynd sem ég þoli ekki, eða sem virki ekki fyrir mig.
ég fyrir ekki fyrstu 2 Ok, bíladótið og að splitta þessu ef hann hefði verið með áhugaverða karaktera og Tarantino svo frægur fyrir það ég veit það. mér hvað það, Reservoir Dogs, Kill Bill Já, Pulp Fiction, Django skiptir ekki máli, Hateful Eight fullt af áhugaverðum karakterum Já, ef hann sett einhverja svoleiðis í þessar 4 eða 8 stelpur og hvernig það var þá hefði ég verið svona miklu meira til að fyrirgefa hitt. Já, ég auðvitað alveg rétt og hann alltaf, það einn áhugaverður karakterina í stelpunum, það náttúrulega Zoe Bell. Og hún var svo ógeðslega léleg leikona. Já, svo það, hún alltaf leikur sjálfa sig. Já, hún alltaf stöndari. Það kemur as herself. Zoe Bell as herself. Já, en hún samt að leiki bíómynd. Já. Og hún alveg góðu stöndari. Já. Og það alltaf einmitt töff. Þú ert með atrið þar sem þú sér þetta hún. Já, það alveg cool. En ég man ekki hvað neinn heitir. Eða neinn, af þessum konum heitir. Ná, það Jungle Julia, manst það? Ok, Jungle Julia, ok. En málið bara Russell karakterinn, Stuntman Mike, svo langbesti karakterinn í þessari mynd. Það alveg rétt. Og langbesti leikarinn í þessari mynd. Hann skyggir á allt í þessari, Það alveg rétt. Ég ekki hrifinn af þessari mynd og mér finnst svo leiðinlegt að því að Tarantino, ástæðan fyrir hann minn uppáhaldsleikstjóri, fyrir auðvitað kannski þetta, ég meina, mér finnst það góðu penni, mér finnst það gera flotta myndir og allt það, vel réttu tónlist og allt þetta, mér finnst það bara að gera svo skemmtilega bíómyndir. Mér finnst gaman að horfa á þessu myndir. Mér finnst Hateful Eight mjög skemmtileg, þó hún sem frekar löng, mörgum leiddist, mér finnst hún mjög skemmtileg. Aftur ég fór hún 3 í bíó, það segir allt sem segir þar. Mér finnst bara svo leiðilegt að mínum að hann hafi ekki gert skemmtilegri mynd en þetta. Já. Hann á í sér miklu skemmtilegri svona mynd. Já, það alveg rétt og ég get alveg, en hann tekið undir margt sem hann segir, sko, en hún bara hittir einhvern á hjá mér ákveðna svona það alltaf að ég fíla þetta nóg vel, en það sem auðvitað mér líður svolítið, þess að sagði ég upp að við, sko, að þeir eru hátindi fyrirsins. Ég held að þeir hafi svolítið báðu tveir verið svolítið að ofmennast þegar þeir gera þessa mynd líka. Já. Og ég held að hann hafi bara haldið, það skiptir ekkert máli hvað ég skrifa það fólki elskar það. Þetta allt gull. Þetta allt gull. Já, og þetta ekki mynd sem þurfti lengri útgáfu. Nei, þegar hann fer til Evrópu, sko. Nákvæmlega. Sammála því. Þannig að hún betri í þessari mynd, í Grindhouse, þegar hún svona styttir en þegar hún horfir á hann sem sér mynd. Ég geti trúa því. Ég hef aldrei séð hana í styttir útgáfu. Nei. En það sem virkar fyrir mig bara, mér finnst hún lúkka vel, mér finnst þetta cool tónlistin og eins og Kurt Russell alltaf ber hann uppi og þetta eru geggjur hasatriði þegar þau eru, það á langt á milli þeirra, en ég held að sko líka að, eins og sé, hann hefur ofmennað svolítið með hann hóp, hann segir hann byggir þetta á vinkonum sínum og einhvern kærustum og fyrirverandi kærustum og svona, en svona en maður kaupir þessa karaktera ekkert heldur, sko maður kaupir ekkert að setja með hann hóp og ungu konum og það er að tala einhverja 60s og 70s bílamyndir og það er að tala tónlist sem frá 60s og 70s, þetta svona þú veist, já. Auðvitað til konan úti sem hlusta á þetta og allt það, en ég sammálaði, ég keypti þetta ekki. Mér finnst þetta að vera skrifað. Já. Ég vil ekki finna fyrir því þegar ég horf á bíómyndir, þetta skrifað. Nei. Og ég meina oft náttúrulega, Tarantino skrifa þannig að þetta auðvitað, eins og ég hef stundum sagt, það talar enginn eins cool eins og Tarantino-karakter í alvörunni, en ég kaupi það þegar ég horfa á þessa myndir. Já. Að Mr. Pink tali svona eða Vic Vega tali svona karakterinn hans eða Django tali svona nefnir þessar mynd. Einmitt. Það böggaði mig. Já, og ég er alveg sammála því og það eru svona samtalsenur það sem að svona hálfpartinn sónar út. Já. Og það er mjög ólíkt Tarantino. Já. Þess að það er einmitt þannig að maður horfir á Samuel Jackson og John Travolta tala McDonald's í París og svona og maður er bara all in að hlusta. Algjörlega. Það vantar hann við þessar mynd. Það vantar þessar mynd. Ég get alveg tekið þetta. En hvað er það bara handritið? Eða er þetta leikonunar? Er þetta, hvað, að því mér bara vantar svona, það vantaði töfrana. Þess að Tarantino töfrana. Já. Fannst mér. Að því tökum bara þessu Kill Bill. Já. Að því hún er svo svakal over the top. Báðar myndindar. Alveg svakala. Það gæti að mynd verið bara að leika eitthvað svona Grindhouse-myndir. En það eru svo skemmtilega. Já. Finnst mér allavega. Hvar var það í Death Row? Já. Það vantaði alveg svolítið, sko. Ímyndaðir, Pétur, nú er ég hendis upp hérna bara.
ef að Grindhouse hefði verið sem hann aldrei gert Kill Bill og Grindhouse hefði verið Planet Terror Kill Bill og náttúrulega miklu styttri og það væri svona, sagan væri, þú veist, einhver svona kona, assassin hefni sín á einhverju sem, skiljum, bara svipað sögurþráður en ég bara tala, þú veist, og þú hefur verið með atrið eins og þegar hún að sláta allum gæjanum með katanasveðinu. Akkurat. Hversu trublað hefði það verið? Það hefði verið geðveikur endir á Grindhouse sýningunni. Algjörlega. Það er alveg rétt. En það sem að fyrir mig þannig virkar bara þannig að mér veist sko sterku atriðin eru það sterk að þau bera þessa myndu uppi og fara yfir gallana. En eins og ég er ekki að segja, þetta er ekki uppáhalds Tarantino myndu mín, þetta er ekki ég myndi alltaf rankana með síðustu myndunum. Sem eru þá Jackie Brown. Það er svona yfirleitt Jackie Brown Death Proof yfirleitt verið svona flakka milli síðasta sætinu hjá mér sko. Hvað kemur næst? Ætla að sé ekki Hateful Eight næst. Ég er samt Hún er neðalega hjá mörgum. Já. En eins og hún er samt geggjum mynd sko. Veist, og hjá einhver leikstjórum væri þetta besta myndin hjá leikstjórum sko. Þannig að bara hinn þetta svo góða sko. Já, hann hefur líka ekki gert það margar. Nei, sem er alltaf sem á galli líka. Ég er einn af þeim sem er svona ósáttur með þetta 10 myndadæmi hjá honum sko. Mér finnst það alveg pínu kúl. Mér finnst það pínu kúl líka og þetta er virðingavert svona að segja bara, veist, og segja ég vil ekki taka sensin á því að verða með lélega myndin. Ég bara held einhvern veginn að sko lélega Tarantino myndir eru samt bara mjög góða sko. Ég held bara hann setur svona háan standard á sjálfan sig. Ég held að hann gerir líka, en hann álega nokkur handrit. Hann hefur verið að skrifa eins og movie critic sem er ekkert að fara að gerast. Veist, og hann var ekkert að segja líka hann hefði skrifað einhvern vestra sko, sem er 3. vestrin þá sko. Og ég hann skrifaði nýju Cliff Booth fyrir Fincher. Hann skrifaði hann ekki fyrir Fincher. Hann skrifaði hann, ekki hann bara full klára handrit. Sem að David Fincher að gera núna með Brad Pitt. Sem er geðveikt. Mér finnst það geðveikt. Það er bara svo mynd sem ég er mest spenntur fyrir sko í dag. Ég er mjög spenntur fyrir, bara leiðilegt þessi Netflix-mynd. Já. Það er það. Þetta á að fara í bíó, maður. Hvað er gæi eins og David Fincher sem er einn af bestu leikstjórum, finnst mér, allan samtímans. Hvað er hann að gera einhverja streymisveitumyndir? Eins og The Killer sem er mjög góð. Ég fílaði hann í bot. Akkur er hann ekki í bíó? Ég hugsaði þessi tvent. Ég hugsaði þessi annars vegar það að það sem Netflix býður svona nöfnum er það að þeir bjóða algjört kreatív frelsi. Þú gerir bara það mynd sem þið langar að gera og þeir gefa hann líka hellingapenning. En hann sagði hann Tarantino í þessu podcasti sem var núna í Tjörs og Tarantino. Ég mæli með að hlusta, það var mjög gott við þetta. Já, ég á bara að hlusta það. Það segir hann með hann. Hann segir að þó ég sé ekki hrifinn af streaming og allt þetta, hann er mjög á móti því, þess að hann tala alltaf bíósið. En það segir hann í þessu viðtali að það er samt mjög sérstök tilfinning að vera að gera mynd sem er sko með miklu meiri pening en ég hef nokkuð tíma fengið að leika með. Og það er öllum sama. Það er bara, En það þarf ekki einu svona að vera kostur. Nei. Ef enginn segir nei við þig. Nei, það er rétt. En það er náttúrulega samt draumur allra listamanna. Það geta fengið að gera listina sína án þess að neitt sé að skipta þess að því og náttúrulega við vitum hversu oft leikstjórar hafa talað studio interference og allt þetta sko. En það sem ég var til að sjá í dag, eins og með Fincher, hann er væntanlega með einhvern samning við Netflix. Pottþétt. Í gegnum House of Cards stótið, Mindhunter, svona til einhverja myndir og svona. Mindhunter geggjuserja, er mikil á fleiri. Það var ekki fyrir mig. Ok. Ég er ekki náttúrulega það. En eins og í dag, við sjáum það núna með Warner Brothers sem skitu alveg upp á bak í COVID. Já. Að ég var að horfa núna á HBO Max, þá var ég að horfa á heimildaserju, svona nokkar þætti Warner Brothers. Þeir eru 100 ára fyrir 2 árum. Já. Ég veit hvort þú séð þetta. Mjög skemmtilegt. Það sem verður að rekja bara sögu Warner Brothers. Okay. Og Warner Brothers voru svo þekkti fyrir það bara sem Stanley Kubrick. Clint Eastwood. Tryggð við listamenn. Já. Og þeir fóru bara, Stanley Kubrick, þeir bara leiða hann að gera sitt svolítið. Og þeir urðu þekktir fyrir það að leyfa þessum talent, hvort það er leikstjórar eða leikarar, eða leikonur, að gera sitt. Svo þeir missa Nolan. Já, út af þessu COVID-rugli. Í COVID-rugli. Og Denis Villeneuve var alveg brjálar út á Dune. Þeir skýtum á bak. En það sem ég er að segja er, í dag, þá er þessi að reyna að koma svolítið tilbaka þar. Þeir eru búnir að reyna að fá Nolan aftur. En hann segir bara, ég er bara í Universal núna. Þeir hjálpaðu með Oppenheimer og það bara gegja. Og þetta er náttúrulega fyrir svona stór nöfn,
eins og Nolan og svona. Fincher stórt nafn. En þá þetta geggjað. Þá náttúrulega geta þeir sagt bara, þú veist, ok, ég hérna með mynd og mér langar að gera þessa mynd einhvers staðar, hver vil gera hana með mér? Tarantino hefur gert þetta líka. Þess að hann hefur sagt bara, ég öll að gera mynd, hver vil gera þessa mynd með mér? Já. Og svo setur hann bara sín skilyrði. Já, og hann fær bara já. Og Fincher, það enginn að segja með það. Nei, hann geti gert það líka. Já, og líka bara, það virðist þarna markarinn í dag, í nefnum Warner Brothers, það eins og þessi að reyna að koma aðeins tilbaka með þetta. Paramount, Skydance og Paramount mergerið, þeir eru, við fylgst ekki með því. Nei, reyndar ekki. Nei, þeir eru búin að rauninni saminast. Ég held að Skydance, sem er rauninni framleiðslufyrirtæki, þeir kaupa Paramount. Já. Og þeir eru bara strax farnir í, bara eins og þeir eru búin að negla núna Stranger Things gæna. Já. Stranger Things görðinir, Duffer bræður eða eitthvað, þeir voru bara hjá Netflix, en þeir eru núna komni yfir til Paramount. Það er leiðin þangað. Að þeir bara, nú getur okkur skert bíómyndir sem fara í bíó. Já. Þannig að eins og núna, Paramount er að leita að einhverju svona talent og stiða baki á þeim. Þannig að mér er svo skrítið. Ef að finnst þér bara svona, ég fæ fullt af peningum og ég fæ Final Cut hérna á Netflix, að ég alveg vissu að fengi okkur stóru stúdíó í dag. Já, það er og það fengur að sjá þetta í bíó. Já, það er endur alveg góð punktur, sko. Ég hef heiti hamsi þetta. Já, sko, þetta er náttúrulega eins og með alla svona bara framþróun. Að manni finnst oft, sko, ekkert alltaf vera gott það sem er að gera. Þess að með, þú veist, að sömuleyti Netflix og þessar streymisveitur bara geggjað. Þess að maður getur alltaf bara verið með fullt af myndum heim í stofu og, þú veist, þetta er bara mjög flott að mörgu leyti. Þægilegt og hérna allt þetta. En það er líka ákveðin sem tapast með þessu. Og, þú veist, þessar myndir, það er líka svona vandamáli í dag, finnst mér, að mér finnst bara myndir líti ekki vel út. Alveg, nýja myndir. Horfðu okkur gamla 90s, bara einhverja B-mynd, og hún lítur betur út en margar í dag. Nefnilega. Og þetta er svo óraunverulegt ykkur en finnst manni, sko, þetta er svona, þú veist, að því að þetta er ekki svona með þetta bíómyndalúk. Þetta er alltaf shiny, þetta er alltaf glossy, þetta er alltaf digital, Já, þannig að það er svona, þetta er hluti sem að manni finnst ekki góði, sko. En hérna, já, ég held að snúist, kannski þetta er líka spurningum um ykkur að treyð, sko, þegar að hann alltaf tengist Netflix mikið út af þess, House of Cards er alltaf fyrsta stóra serían á Netflix sem að fullt af fólki kemur fæsir Netflix áslut út af því, sko. Mér finnst bara svo leiðinlegt að vita til þess að hann er að fara að gera núna ekki framhaldsmynd, en hann er að fara að taka sama karakter og var í Once Upon a Time in Hollywood, sem er alveg cool karakter, sem Brad Pitt leikur, Cliff Booth. Og það er að koma önnur mynd þann karakter. Mér langar að sjá það í bíó. Já, kannski, sko, Tarantino sagði þessu viðtal að hann á vonaði að taka eitthvað svona smá theatrical-run. En sko, Irishman var sýndin á Íslandi í einhverjum 2 sýningum eða eitthvað. Það er ekki alveg að Nei. Ég er að tala bara sjáum líka eins og í dag. Þú varst með, minnst það misgóðar, en Sinners gekk mjög vel, Weapons gekk mjög vel. Þetta er allt orginal myndir. Já. Sko, fólk, það er alltaf sem að Hollywood miskilur alltaf, að fólk vill auðvitað sjá bara nýja hluti og góða hluti. Ef þú gerir góða mynd, þá er alltaf líkur að því að fólk muni tjekka á þinni, sko. Og þarna líka, að þetta er ekki beint skils mér, þetta er ekki framhald af Once Upon a Time in Hollywood. Nei, þetta er bara önnur saga með sama karakter. Þannig að þetta er tæknilega sér nýtt. Ég til í það. Já, mjög. Mjög til í það. Okkur fóru að tala um þetta. Þegar við varum að tala um Tarantino og svona. Já, ég veit, já. Já, að því hann ætlar að enda bara á 10. mynd, já. En það er eitt sem hann sagði, sem ég veist áhugavert, að því hún var að tala nefndir movie critic, að því það átt að vera síðasta myndinars. En það er eitt sem hann sagði, held í þessu sama podcasti, þegar hann er að útskýra af hvernig á hvað gera hann ekki. Já. Þetta hann var að segja eitthvað þá leið að hann hefði bara verið að augra sig með að gera handrit eitthvað sem er svo eins óspennandi og hægt er og hann vildi gera spennandi fyrst með það. Sko áskorun hans til sín var, geti gert mynd, spennandi eða áhugaverða eða eitthvað, eða skemmtilega, eitthvað sem kannski ekki svakalega spennandi, svo vera kvikmynda gagnrýndi. Og hann alveg ánægði með handritið, en hann sagði, ástæður ég hættu að gera hana, að það var ekkit nýtt fyrir mig til þess að sigrast á í sjálfur kvikmynda gerðinni. Það var ekki áskorun. Já, af því hann sagði bara, ok, ég er að fara að gera það á svipum tíma og Once Upon a Time in Hollywood, ég er búinn að sigrast á þeirra áskorun að láta LA lítið út fyrir að LA back in the 70s, en þetta, veistu það, þetta var mér finnst þetta ógeðslega gaman að heyra þetta, sem þýðir að síðasta myndin hans, er hann að fara að gera sci-fi? Er hann að fara að gera full-blown horror? Skilur, hann er væntanlega að fara á hverja nýja, er hann að fara að gera, ég veit það ekki, bara gangstum mynda banna á hann með eitthvað. Eitthvað sem er mikið challenge fyrir hann.
Mér varst gaman að heyra það. Ég get alveg tekið það alveg, en það sem ég er bara mest hættur það, hann sé alltaf frestus að býða til að finna fullkomnu loka myndina sína, og svo bara allt í hennu... Nei, ég held ekki. Við fáum að sjá hana. Ok. Vonandi. Hvort er þessi líklara að Tarantino gerir 10. myndina sína, eða George Martin klári fucking Game of Thrones. Ég er enda myndi við að Tarantino þar. Ég ætla að koma með 10. mynd, og ég held við þurfum ekki að býða mjög lengi. Nei. Þó að séu 6 ár síðan að síðasta mynd kom út. Já. Innan 4 ára, ég er að segja það, Pétur, mín spá hérna, ég skal geta þessu orðið. Þetta er bara stóra orðið hérna, bara flott. Innan 4 ára, þá sjáum við nýja myndið til Tarantino. Vonandi. Já, ég vona það. Ég held það. Og ég er mjög spenntur fyrir þessa Cliff Booth-mynd, sko. Mér er svona mjög... Já, ég líka. Ég elska Once Upon a Time in Hollywood. Og líka, það er bara gaman. Þú ert væntanlega búin að sjá True Romance. Já. Og From Dusk to Dawn, vorum að tala um hana. Mér finnst gaman að sjá leikstjóra, við ætlum ekki að tala um Nedge og Paul Keelis. Nei. Mér finnst gaman að sjá leikstjóra, tækla efni hans. Aðra leikstjóra. Algjörlega. Já, ég meina, og þú veist, ef þetta verður þannig í versta falli, hann gerir ekki fleiri myndir, en hann bara skrifar handrit og þætti og eitthvað svona, þá var það alveg... Djúvill var ég til það. Það var alveg gaman, en svo er hann að fara að gera eitthvað leikrit líka, hann var að tala um það í þessu podcasti, það er sett... Er það staðfest? Já, það er bara að fara á næsta ári, að fara að koma út. Og hann sagði að ég er að fara að velja eitthvað 2 árum á lífið mínu í það, sko. Þannig að þessi 4 ára... Já, ég er bara leiðið þér að koma með hot take-ina og koma með spá. Svo bara skýtur og hot take-ið mitt alveg niður. Já. Settum við ekki eitthvað undir, það var ekki eitthvað... Þetta er bara, ég þarf að geta þessu orður í mig ef þetta kjaftaði. Nei, en svo kannski rætist þetta og ég vona það bara. Og kannski verður þetta leikrit eitthvað sem er líka verið að gera bíómynd eftir, sko. Sko, lengsta hliðans er það ekki á milli Jackie Brown og Kill Bill. Ekki lengur. Þannig að já, náttúrulega, núna er komað aðeins lengra, en jú, það var lengsta. Það var lengsta. Þannig að 6 ár var það lengsta og núna erum við að detti það líka. Já. Þannig að þetta er áhugavert. Var það ekki 5 ár? Er ekki 98 mynd? Er það 97? 97. Já, ok. Og ég maður þegar ég var svo spenntur í Kill Bill að það var svo langt bygg. Já. Að ég var náttúrulega búin að sjá þess að 3 ár eftir hann. Já, ok. Þannig að þú heldur að hann ætlaði að setja þetta leikir þarna og hann sagði eitthvað 2 ár, eitthvað sem hann... Já, það gæti, það fyrir að þetta verið vinsælt og eitthvað svona, þú veist, þetta er svona alls konar... Hvað er hann að svo tímanu sinni þetta? Já. En hann er rosa duglegur penni, því hann skrifaði náttúrulega Once Upon a Time in Hollywood skáldsögu í rauninni og líka Cinema Speculation bókina. Hefur þú lesið hana? Nei. Hún er æðisleg, sko. Já, Once Upon a Time in Hollywood bókina, sko, ég ætla að lesa hana samt. Já, ég er kannski ekki að drífa með að lesa hana því að við ásum myndir ekki sérstök. En Cinema Speculation, það er náttúrulega ekki skáldsaga. Nei, það var hann að greina myndir. Hann er að covera ákveðna myndir. Það er mjög skemmtileg bók. Þá ertu hann að sjá hann sem penna í öðru formi en hann var náttúrulega, já, og það er náttúrulega, maður hefur þess að gaman að hlusta Tarantino og tala um bíómyndir. Þú veist, hann er... Já, ég elska. Og það er líka þegar ég var að tala um í upphafi hvernig þessi mynd er svona brú hjá mér, þú veist, það er líka því að þegar maður var að horfa við Tarantino og Rodríguez og þeir að nefna alls svona myndir, þú veist, ég var alltaf bara að skrifa þetta hjá hann bara, þessi mynd, þú veist, og bara, það var bara tjekkað á þeim, sko. Og oft reyndist það bara mjög góð meðmæli, stundum ekki, sko, en oft mjög góð. Stundum ekki. Já. Ok, Death Proof, já, þú ert svona hrifinn. Já, eins og ég segi, þetta er ekki, þetta er ekki, mér finnst Planet Terror betri, en og mikið betri. Já, ég myndi alveg segja það talsverðum munur aðeim, sko. Já. En ég, eins og ég, hún virka fyrir mig, en ég hefði viljað hafa hana ennþá styttri og þú veist bara, og einmitt, ef hann hefði að gera þessi karakter aðeins skemmtilegri, sko. Heldur þú að ef þau myndi gera þetta í dag, sem að Grindhouse hefði aldrei komið út, og þeir eru að gera bara nákvæmlega sömu pælingu, heldur þau myndi ganga betur í dag? Erum við sem kvikmyndagestir, erum við þyrstir okkur í eitthvað smá svona nýtt aðeins öðruvísi? Ég held að það hefði verið betra þá, sko. 2007? Já, ég held að í dag, þessi mynd, einmitt, ég veit ekki hvort þessi myndi fari bíó, einmitt. Nei, einmitt. Og Rodríguez er alltaf ekki á einu stað þannig. Nei. Tarantino er ennþá nafn, hann selur ennþá. Já, hann alltaf, sko, þú veist, hann selur ennþá og hann er ennþá og hann hefur, og margar af hans bestu myndum komuna líka eftir þessa mynd, Bastards og Django og fyrir mig í Hollywood, en ekki alltaf, en það var betur mynd en Death Proof. Já, og miklu betri, en eins og ég, mér er mjög leiðilegt með Rodríguez hvernig hans ferill var eftir þessa mynd, sko. Hvað heldur það sé þegar það gerist fyrir
menn eins og hann sem að gera eins og Desperado fyrst með geggjumynd Haile Mariachi náttúrulega bara, þú veist skemmtileg mynd samt, en hún er auðvitað, þú veist þú férst náttúrulega bara alvöru útgáfa þeirri mynd í Desperado og hún er geggjuð Sin City, aðeinsleg ég hefði gana fyrstu Spy Kids sem bara svona fjölskyldu eitthvað, skilurðu mér var Once Upon a Time in Mexico, ekki góð Nei, mér finnst þú samt alveg skemmtilega þú er svona, ég er ekki að segja að þetta er einhver mynd sem ég held upp á, hún er samt bara svona gaman henni og þegar ég sá hana sem úlingur fannst bara mjög góð, sko einmitt en svona, þú veist, Planet Terror og svona, hann gerir alveg skemmtilega myndir From Dusk to Dawn, ég elska From Dusk to Dawn hún er geggjuð uppáhalds Rodríguez-myndina mínar eru Sin City og From Dusk to Dawn að því mér Sin City bara það góð að hún er nummer 1 hjá mér ég myndi hendur svo Desperado með í þetta Desperado finnst mér líka geggjuð en hvað er þetta? Hvað gerist fyrir menn sem að sko ég held Rodríguez er alltaf líka mjög svona tæknilegur sko, hann er mikið að pæla í tækni og svona sko, og eins og hann er líka mikið vinur James Cameron og þeir hafa verið að svona að eitthvað vinna aðeins saman líka ekki svona formulega eins og þeir Tarantino en hann að líta á þeirra verkefni saman já, en þeir að líta þeirra sameiginlega verkefni og hann var líka þú veist hefur verið að fá að sjá eitthvað svona úr Avatar og eitthvað svona, þú veist, hann hefur verið að spekla það við Rodríguez og svona þannig ég veit ekki alveg hvað þetta er, þú veist, hann á það datt kannski líka bara aðeins út, þú veist, þessi mynd floppar og svo kom hann nokkuð flopp í röð Hvernig þetta missa samt svona eitthvað svona touch, ég veit það ekki Þetta er svo M. Night Shyamalan hvernig gera hann svona góða myndir og svo allt henni gera hann bara drasl þú veist, hvernig getur sami maður þetta er svo, ég stundum líkt þessu saman við, þú hlusta á þú heyrði eitthvað geðað lag með einhverju hljómsveit, jafnvel kannski einhver ný hljómsveit og þú bara, wow, þetta er geggja lag maður, heitla að tjekka plötunni svo kannski bara ekkert annað lag sem þú fílar á plötunni með svo skrítið að gefa út bara, að finnast bara, þetta er gott en svo er þetta með 10 önnur lög eða þessu til ekki nokkra aðra bíómyndir þar sem sami maður og gerir Planet Terror, Sin City mitt þess að mynd sem hún nefna og er bara, já, mitt innsæði segir þetta er gott, þetta er gott þannig að þetta er svo margar ákvörðum sem við teknar í kveikmyndagerð þannig að hann tekur svo ákvörðum bara já, ég ætla að gera svona, ok og þú færist út Sin City, geggju eða þú færið út From Dusk to Dawn en svo er það sami gæði sem gerir síðan Sin City 2 Machete Kills hvernig, ég bara skildi ekki Nei, og svo hann datt líka eins og þetta Netflix hann er búin að vera að gera We Can Be Heroes og gera ykkur líka Spy Kids mynd fyrir Netflix og eitthvað ég er búin að gleyma því svo var hann líka í Star Wars Boba Fett dótinu reyndar, sem er líka glata sko, hann gerði þáttir í Mandalorian seríu 2 sem var góð, þegar Boba Fett kemur í rauninni svona alvöru það var cool þáttur, geggjað þáttur og ég hugsa með þetta bara, þú veist, ef Rodríguez fari að gera Boba Fett samanleikst að gera Desperado þetta er að fara að vera eitthvað geggjað því lík vombriðin því lík Boba Fett þetta, og Rodríguez er að gera þetta og þetta er svo ólítunum eins og svona skúter dæmi þannig að þeir eru að fara hræðilegu þáttur Rodríguez er að gera þetta, maður er bara hvernig meikar það sens það er sér að segja, bara hverfur bara hans insight sem segir hvað er gott og hvað er slæmt minnst þetta svo skrítið ég veit það ekki, en ég held að það sé líka alveg smá þetta sko, þú veist, þegar maður tala um svona þróun í kvikmyndum og hann alltaf er svona þú veist, að gera allt digital og hann er í öllu þessum tæknidæmi og svona ég velti fyrir mig hvort að það hreinlega þú veist hafi ykkur áhrif á sköpunarkraftin og ferðlega því að hann var náttúrulega mjög skapandi í þessu myndum eins og Desperado, hann gerði Desperado fyrir $7 milljónir sem bara djók já, þú veist, þegar fólk horfður á myndina fólk hefði sett örgulega á svona $30 milljónir að verða með þú veist, og það er að því að hann er að beita alls konar svona tæknum og triksum sko, sem að hann er búin að mastera algjörlega og þetta er í öllu myndunum hans upp að þessari mynd þess, það er þessa mynd líka, það er með sér Sin City það sem er svona og geggja er alltaf aukafni 10 minute filmskúl og svona sem hann var með sko. Þú veist, ég elska þetta sem úlingur svona þegar maður var að fá hann áhuga sko, bara geggja að horfa á þetta en bara eins og hans insight segir sem þetta er Sin City herru, ég ætla bara að gera bækurnar Frank Miller ég ætla bara að herru, það er bara búið að storyboarda myndina þetta verður bara myndin af því að margir hefur kannski reynda eitthvað endurskrifið þetta setja þetta í eitthvað svona hefðbundin búning bara, nei, þetta verður svona og það kom ógeðslega vel út mér finnst bara svo skríti hvernig menn eitthvað missa bara það er skrítið þetta er eitthvað aldurinn, ég veit ekki hvað þetta er nei, það er nefnilega en Tarantino er eitthvað pínu hræddur við þetta sko já
pottþétt. Þess vegna vill hann bara einu viðbót og svo er hann hættur. Já, þetta alveg sjónarmið og og hann alltaf Tarantino hefur nefnt mörg dæmi það þegar maður hefur verið að sé leikstjóra sem hafa verið að gera myndir þegar þeir eru aldrei líka og þá er það ekkert góða myndir endilega sko með hvað voru. En það einhver sem púlað, mér veist Scorsese púlað þetta, mér veist hann ennþá að gera mjög góða myndir. Já, hann væntanlega undantekningin. Já. Hvað eru margir sér eftir hug sem eru komnir á svona aldur sem eru ennþá að gera, þetta sem ég var Killers of the Flower Moon mjög góð. Og er það ekki Jú, hann nýjasta. Er það ekki nýjasta myndin þess? Jú. Mér varst það mjög góð. Já. Og mér varst það ekki vera mynd eftir mann sem er á hans aldur. Nei. Þetta líka virkar ekki eins og, það er ennþá svo mikil orka. Þetta er sko, að maður hugsa bara hvaða leikstjórar eru að gera myndir í dag. Eins og Ridley Scott, Clint Eastwood. Þetta er svona dæmi sem eru að gera. En ég veit ekki, en myndi maður ekki segja með Ridley Scott, menn að mér veist hann ekkert að, en reyndar hann gerði hann kom með 2 svolítið góðar eitt ár, House of Gucci og Last Duel. Mér veist það góðar. Ég sá ekki House of Gucci, Last Duel var alveg fín. Mér veist þú mjög skemmtilega, hún var líka svolítið svona skemmtilegu stíl, sko, með svona 3 útgáfur af myndinni, sko, eðist. Já, ég er nefnilega svo lítur höfun á því. Já, eitthvað svona, mismunandi sjónarhótt. Já, ég er það svo sem almennt. Sama saga, eitthvað. Ég er það svo sem almennt, en mér fannst það lukkast vel þarna, sko. Já. Það er fín mynd. En já, eins og með hann. Mér fannst 2 mikil vonbrigði, sko, og ekkert var í hana. Mér fannst hún ekkert ræðilega. Það ekki. Nei. En ég var með enga væntingar. Nei, ég var ekki með væntingar heldur, en mér fannst bara, þetta er líka, það er, sem ég tala um, það myndir lúkki ekki vel. Þetta er líka þetta endalösa CGI, sko. Já, ég veit það. Og þú veist, ég þola ekki þegar maður sé svona, sérstaklega svona myndir, svona sverð- og sandalamyndir, sko. Já. Og svo sé maður eitthvað svona, þú veist, og hann að fá að sjá allan herinn og bara, já, þetta er allt tölvugjart. Og þá vil ég freka Braveheart. Bara milljón aukaleikarar. Eins og þessar myndir voru. Já, þeir gátt ekkert annað. Þú getur ekkert farið, þú þarft ekki að fara svo langt aftur, með Gladiator var fyrst eða þannig, og þú veist, Troy þannig, þú veist, þú ert með auðvitað einhverja tæknibrellur. Það tölvugjör milljón skipa. Jú, auðvitað er eitthvað, en það er samt, þú veist, þeir samt byggðu veggi og þeir gerðu hlut, þú finnur þú ert að staðnum, sko. En það er líka alltaf skemmtilega. Mér finnst eins og, ég hef nefnt þetta eins og að þið voru að tala um þetta, bara Top Gun Maverick og sástu F1. Ég hef eftir að sjá hana. Ok. En Top Gun Maverick geggjuð. Já, bara það. Mér finnst þess að Hollywood fatt ekki alveg hvað fólk var að fíla á þessu myndir. Nei. Það eru báða vinsalar, Top Gun Maverick vinsælli, en F1 var líka vinsæli með Brad Pitt. Brad Pitt var bara settur í bíl og þegar hann var bara að keyra, skilur. Og þau fóru upp í þotum og þóðu sig einhverjir alvöru herflugmenn að fljúga. Bara þetta, þessi áferð. Þú skinnjar þetta eins og Mad Max Fury Road líka. Þetta er svona, og það er Death Proof, þú skinnjar þetta, þegar þú ert í bílaadrunum. Sérstaklega bílaadrum, það verða að vera bílar. Ekki tölvugjara árekstur eða, var það ekki, sástu Ferrari eftir Michael Mann? Já, ég sá hana. Já, ég og hana eftir, en í trailertum var ekki eitthvað svona árekstur og það var svo tölvugjart. Jú. Og það er fucking gaurið sem gerir Heat. Ég veit það. Hvernig er þetta? Þetta er svo skrítið, sko. Vexlar. Já, þetta er það. Við erum saman á það líka, við höfum rætt á það, sko, að maður alltaf, það sem að svona kvikmyndaunnendur elska er practical effects. Þegar það verður að gera hlutin í alvörunni. Og maður veit miklu frekar að sjá það en að, þú veist, eins og bara í Desperado dæmis, þegar það verður að skjóta það, þú veist, og maður finnir, þetta er ekki eitthvað tölvugjart, skil. Þetta er miklu betur. Í Plan Terror. Þetta er, það er líka svolítið blandan, það er svolítið komin í svona, þú veist, en það er sama, þú finnur, þú ert á staðan, þú veist, og það er allt annað. Já, algjörlega, ég meina að segja líka bara svo í Django Unchained, þegar hann er að skjóta alltaf, það er bara, það er alltaf yfirgengileg blóðpókar í þeirri mynd. Jú. En þetta eldist miklu betur. Þess vegna erum við erum búin að tala svolítið mikið af gömlu hryllismyndum. Þess vegna eldist þetta miklu betur. Það er eitthvað, eins og bara John Carpenter, The Thing. Hún eldist drullu vel. Já, algjörlega. Að þetta er bara praktikal, og þetta er einhverja brúður og gerfiblóð og eitthvað. Heldur eitthvað svona tölvugjart drast. Eins og Phantom Menace. Fyrst þið Jar Jar Binks eldast vel, þá er bara þannig útlita á hann. Hræðilegt. Já. Og þannig að, akkurat, þó að sé reyndar eitt merkilegt með svona CGI líka, að það er að, sko, þú hefur örugglega séð oft bent á þetta, að þú horfir á hana, þessi svona árin hana, svona 2003-2004 og upp að
7-8 að það svona CG gerfi bellu þar eru Betri. miklu flottar enn í dag, sko. Þú veist, þá verið að taka eins og David Jones í Pirates of the Caribbean. Hann er ennþá geðveitt velgerður, sko. Gollum í Lord of the Rings. Transformers. Það er bara drullu vel gert. Þannig að það eru svona ákveðnir hluti sem að þú sér á þessum árum og upp á ákveðnum marki líka í hérna Star Wars prequel, sko, myndunum, sem að eru miklu flottar enn einhverja myndir í dag. En það er samt, sko, eins og með prequel-seríunar, svo fyrir við bara að slúta þessu, ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt þá. Eins og Star Wars prequel-seríuna, er langt sér sástar? Nei. Nei, ok. Það er alveg, þeir eru að tölvugjara manneskjur. Ég veit það. Hræðilegt. Já, það er hræðilegt. Og meira þess að dýrin og svona, eins og ég Attack of the Clones, það er lokin, lokin, þegar allir Jediðinni koma. Ég veit það. Það er sketchy, það er ekki á sama leveli og Pirates, stóttu. Nei, sammála því líka. Samt ekkert löngu áður. Nei. Munur ekki miklu. En svo veit maður ekki hvað þetta er. Ég meina oftast, þeir sem eru í þessum bransa, þeir segja að það snýst bara tíma. Já. Ef þessi fyrirtæki sem gera þessar tölubröllur fengi meiri tíma, þá getur öll skila af sér bara einhverjum avatarbrellum. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega, kemur oft upp út af Memory Returns, Scorpion King þar. Það var hræðilegt að koma út, hvað, 2001? Já, hræðilegt á. Það er svo eitthvað grín. Já. Það er svo að það eru gert yfir eitthvað eina helgi bara, þegar það hefði þurft mánuð til þess að gera þetta. Akkurat. Já, það var hræðilegt. Herðu, förum bara að slá botnin í þetta. Pétur, ertu með eitthvað svona loka orð? Eitthvað sem þú vilt koma að þess að þú kannski glemt að nenna? Nei, ég held nú ekki. Þetta er bara, þetta er svona mynd sem að kæmi ekkert út í dag, held ég. Þetta er mynd sem að er mjög skemmtileg þegar maður hefur áhuga á bíómyndum og sögu bíómynda og hvernig bíómyndir eru til og allt þetta og bara, já, svona óður til ákveðna mynda, svona bíómynda og tekst að gera þetta mjög skemmtilegi trailerinn, þetta er bara, já, ég myndi segja þetta er bara gott bíó, sko. Ég sammála, þetta er allan upplifun að sjá þess myndir og ég held óska þess að ég geta séð þetta eins og þeir vildu á sínum tíma að sjá þetta á einni sýningu, þess að báða myndir með þessum trailerum og mér finnst ennþá glatað að þeir eru bara eitthvað, panika, nei, Evrópubúar, þeir þekki ekki þetta format. Já, ég ætla að blóta ég sleppi því. Næst í okkur, Texas Chainsaw Massacre, það er ekki það langt í það, bara kannski mánuður, 1,5 eða eitthvað. Ég ætla að tala um Jökul og við græðum það. Þetta er búin að líða svo hratt, maður. Finnst ekki stutt sér að við tókum Mjög stutt. Það er þetta í ár síðan. Já, vá. En þetta er búin rókslega gaman, Pétur. Ég þarf líka eitthvað svona að platta því, ég ætla að gera eitthvað leikstur þátt með þér. Já, það verður mjög gaman. Og ég kannski ræði að tróða þér í eitthvað Rambo þátt eða Mad Max. Það væri mjög áhugavert. Það væri bara geggjað líka. Pétur, takk kærlega fyrir komuna. Bara sömuleiðis, virkilega gaman.